það alltaf svona einhver einu ári, svona einhver lúmsk sem fer alveg undir raddarinn eins og kannski mest high profile hryllingsmyndin 2016 var til dæmis Conjuring 2 en besta hryllingsmyndin þá var mynd sem heitir The Autopsy of Jane Doe hefur séð hana það bara það uppáhalds hryllingsmyndin minn síðustu 10 ár hún bara ég elska að sýna fólki þá mynda því hún svo þetta svo einfalt koncept sem sett á svo allt annan skala í gegnum leikaran og hvernig þetta filmað og svoleiðis svo mikið af hlutum sem stilt upp með áhugaverð payoff til að segja þetta líst og það atriði með bjöllu manst eftir þessu með bjöllunni já, ég horfði á þessa mynd með félagum mínum hérna í bænum svo fór ég aftur til Eyja og kom heim mjög seint með Herjólfi og án þess að ég vissi var móðið mín nýbúin að setja bjöllu á köttun okkar Nei Jú, þannig að þegar ég var í tölvunni klukkan 2 þá kom hann heim og ég heyrði svona fyrir utan hundum minna svona alveg eins og í myndinu og ég fríkaði út Það fríkað mig líka út, sko Já En það mjög spennandi mynd líka Já, hún stórkostleg það líka bara, hún hefði ekki orðið til ef Brian Cox sem alltaf stórkostlega leikari líka, hann samþykkt að vera í myndinu og þá byrjaði svona alvöru fólk að koma inn í framleiðsluna Svolítið svipast þegar Harvey Keitel tók þátt í Reservoir Dogs Já, þetta svolítið svoleiðið sko að því núna var þetta svona, þetta orðið alvöru bíómynduna við skulum fara að taka þessu smá alvarlega Mér veist bara svona core concept í henni fannst mér mjög sniðugt, skemmtilegt Já, hún bara, þetta fallega skrifið bíómynd, þetta svona eitthvað sem mér finnst vanta í svona nútíma hryllingsmyndir, það að hrollvekjan kemur miklu meira frá viðbröðum karakterana og hvað okkur þykir í rauninni væntum þá, en ekki bara því spooky shit að gerast. Nei, meitt, eins og í dag, það var rosalega mikið af hryllingsmyndir sem snúast bara að bræða þér. Já, ég þóla það ekki. Það ekkert mál að gera það. Þetta einn af mínum uppáhaldsgagnrýnendum, hann sagði að jumpscarið svona eins og prumpubrandari í grínmynd. Já, ég bara sammála því. Af því þetta eins og, ég get alveg labbað upp að eyrana þér og öskraði það. Þú varst ekki hræddur við þetta, þér brá. Þetta farið svona. Einmitt. Það svona, mér finnst jumpscares vera allt í lagi þegar viðbröðin eru sjálf að koma frá karakternum sem maður upplifa en þegar þetta ekki fyrir áhorfandan sjálfan eins og það atriði Sinister það sem hann að læðast húsið og síðan kemur hann einhver stelpa og hún kemur hérna fyrir aftan hann sér hann aldrei en þetta klálega fyrir fólki sem að horfa á myndina þetta fyrir okkur til að bregðast við en ég þóli það ekki að því ef þetta hefði verið að koma í áttina honum og hann hefði verið gargandi af hræðslu við þetta, þá er það allt í lagi að því viðbröðin eru fyrir hann og okkur samtímis. En þá líka verður þetta svona meira ekta. Já, að því þá eru við meira inn í þessu. Eins og í eitt besta jumpscare sem hefur komið núna nýlega, ég segi nýlega en þetta komið fyrir 9 ára með eitthvað, en það var Insidious, hann að djöfullin fyrir aftan Patrick Wilson, en það að því amman að sjá þetta. Já, henni bræður. Já, hún heyrir eitthvað svona og lítur í áttina Patrick Wilson, þetta þetta beint fyrir aftan og hún gargar og hleypur úr stólnum. Það ástæðan af hverju þetta virkar, þetta því við erum að sjá það sem hún að sjá. Þetta ekki eitthvað purely fyrir okkur. Þetta ekki Patrick Wilson að lesa í stofunni og síðan þetta þarna. Þetta mjög góð punktur. Ég aldrei pælt í þessu nákvæmlega svona. Já, svona, þetta ástæðan af hverju ég get valla hort á hryllingsmyndir í dag því ég vil þetta headspace. Já, því þetta eitthvað sem þegar maður sér svona standard jumpscare hryllingsmyndir í dag sem ég veist í rauninni bara vera gerðar fyrir eitthvað unga úllinga til þess að fara í bíó og öskra á eitthvað og þeim finnst þetta vera svaka mikið hryllingsmynd mér finnst það ekki, mér finnst alveg hryllingur þetta er svo Hereditary, hefur þú séð hana? Já. Stóð ekki góð það? Stórkostlega. Já. Mér finnst það hún, það er alveg hryllingsmynd hún býr til hrylling og þau líður illa eftir hana. Já, þetta svona að því þetta bara eins og ég sagði því þetta hræðslan kemur frá því hvað karakterarnir að upplifa og það það sem þú þarft í rauninni fyrir almenna hrollvekju, þú veist eins og til dæmis þessar gömlu Universal myndir, þær eru kannski ekki skeri í dag en ég meina það samtalið viðbjóður að fylgjast með hvað að koma fyrir þetta greið fólk það kemur óttinn. Eru hryllingsmyndir, er þetta svona þinn helsti flokkur eða? Já, eiginlega ég myndi segja ég kenni fólkdur mínum en ég gera það ekki að því þau vildi ekki að ég var að horfa hryllingsmyndir en þær voru samt alltaf að segja mér frá gömlu hryllingsmyndunum eins og mamma mín sagði mér sögu að hvað hún og vinkonunnar voru hræddu við Freddy Krueger á sínum aldri og frændi minn frændi hennar kom einhvern mann upp að mér svona náttfattarpartí í Freddy Krueger búning. Nei, að hræða þær? Já, og síðan gaf
móður mín mér þannig, ég á peysuna heima og ég á hattin og svona, en samt vildi hún ekki að ég var að horfa á þetta shit. Þetta er svona... Hvað ert þú þá cirka gamall þegar þú uppgötar svona hryllismyndir sjálfur? Þegar ég byrjaði að horfa þér bara alveg sjálfur. Já. Ég var alveg eldri en mér langar að viðurkenna, sko, því ég var mjög myrkfælinn sem krakki, sko, alveg skuggala myrkfælinn, sko. En, hvað, Dead Silence kemur hún úr 2007. Já, eitthvað að það leiti minnum mig. Það er svona, 6-7. já, ég leigði hana á DFD, eða þú veist, leiði hana í leini, og ég horfði á hana með félagum mínum og hún frikaði mig út á sínum tíma. Hún er ekki með skeri í dag, en ég meina dúkkur og kettling sem breytir sér í brúðu og þetta er fríki stöf, sko. Þú ert fæddur hvenær? 96? Ég er fæddur 96, ég á með þess að ég ámæla á föstudaginn. Þú ert ámæla föstudaginn? Já, föstudaginn. Til hamingi með ámælið? Föstudaginn 13. Nei, það er 13. núna föstudaginn. Jep. Geggja maður. En þú ert þá erinni 10-11 ára kannski, 10-11-12 þú ert að sjá Dead Silence? Já. Þá hefur náttúrulega áhrif á mann. Já, mjög, sérstaklega fyrir nú þegar verulega myrkfælinn krakkar, sko, alveg á þeim tíma, sko, eins og gamla kvótið, maður er ekki hræddur við að vera einn í myrkrunu, maður er hræddur að vera ekki einn í myrkrunu. Einmitt að sé eitthvað í myrkrunu. Já, það var það sem ég var hræddur við, sko, því ég er með svo hyperaktiv ímyndunarafl ennþá þann dag í dag, sko, að bara ef ljósum voru slögt, þá bara fannst mér eins og að voru 10 aðrir með mér. Það var bara... Er það eins og að fyrir að sofa í dag? Ertu gætna að hugsa eitthvað svona? Bara hvað gæti verið draugurinn eða... Já, sko, ekki nema þegar ég þarf að stíga fram út af einhverja ástæðu. Það er, ég kenni sumt að því á félaga minn sem var alltaf að bræða mér þegar ég var að gista heima á honum. Það er svo óþægilegt. Já, en núna til dæmis ég gisti alltaf hjá besta vinum mínum honum Mána þegar ég kem til eiga, kem inn í bæinn. Og, salernið er fram á gangi. Þetta er bara svona lítil íbúð, mjög kósi og svona og það er fáránlega dimmt út á þessum gangi alltaf þegar ég þarf að labba það út þá hugsa ég alltaf hvað ef ég sé einhvern í stegunum innan frammi, hvað ef ég heyri einhvern labba á ganginum niður og þetta er alltaf, ég er ekki að hugsa þetta svona uppátt eða í haustum jafnvel, en þetta er svona ég finn svona fyrir sín hakkanum þessar pælingar, sko. Þetta skýst svona inn? Já, bara 1.000.000 pælingar á 2 sekúndum, sko, og síðan bara svona, af hverju er ég að gera sjálfum mér þetta? En sækistu í hryllismyndir í dag alveg til þess að upplifa eitthvað svona, fá svona hræðslu eða? Já, að því mér langar, ég er alltaf að leita að einhverjum svona hidden gems. Eins og ég elska, það er reyndar fátt meira sem ég elska en að uppgöta randomli einhverja hryllingsmynd, eins og ég bara stömblaði á hryllingsmyndir sem heitir Aterrados, hefur þú heyrt hana? Nei. Þetta er argentínsk hryllingsmynd. Hún er á Netflix, ég verulega mæli með hennar því hún er ógeðsleg. Hvernig mynd er þetta? Er þetta draugamynd? Þetta er svona draugamynd, sko, og þetta er svo nasty, því þetta er alltaf að koma frá karakterinum og hann heyrir eitthvað nóttina og hann heldur að sé eitthvað undir rúmuna, hann kíkir undir og í bakgrunum sjáum við einhvern svona að labba frá honum og svo lítar hann upp og þá er bara einhver svona, hann er óþarfa slánalegur skuggi á veggnum hinum einn í herbygginu, eins og skugginn sem varpaður af einhverjum sem er hinum einn í herbygginu og hann byrjar að gera svona skuggamyndir með puttanum og ég horfði á því bara, þetta er ógeðslegt. Það er líka eitthvað við svona langar verur eitthvað sem er ógeðslegt. Já, ég smekist alveg rosalega við það út af martröð sem ég fekk þegar ég var krakki. Hvernig var hún? Og draumurinn var að ég var á ganginum heima og ég var ætlaði bara að fara að labba í áttina herbygginu mínu en gangurinn hélt bara áfram. Hann hélt bara áfram að teyjast og teyjast. Og síðan að endan á loksinn stoppa hann og kom svona doing, svona eins og maður myndi sjá í teiknum eða eitthvað, en hurðin á endanum síðan opnaðist og var bara svona tóm á, vanlega myndi maður sjá inn í herbyggi, en það var bara svona svart, svona void, en það kom svona skuggi á vegginn bara af manni og hann stóð bara, menn síðan þegar hann byrjaði að hreyfa sig þá, hann hreyði sig ekki venjulega, hann hreyði sig þannig að það fór allt einhvern veginn svona og puttarnar hans verið lengri og eitthvað. Eftir þetta þá geti ég ekki séð einhvern svona hávaksin eða neitt svona slánarlega náðan sem bara svona frík út. Já, þetta er eins og sástu Haunting of Hill House. Já. Manstu ekki stóri langi draugurinn sem elti litla strákin. Já, það fríkaði mig út, sko. Það bara, það voru heldur fá jumpscares í þeim, sko, en það var bara þessi stóri langi kallata sem svona flaut yfir
jörðin og notaði staf til að draga sig áfram, þetta var viðbjóður. Það eitthvað svo gaman ef að hryllismyndir að þættin á að mynda eitthvað svona stemmingu þar sem að þér líður óþægilega. Já. Skilur, virkilega óþægilega. Já, því þannig átt að vera, maður á frekar, maður vill að hræðslan sé miklu meira að hún haldist. Maður vill eiginlega þetta á að vera svona constant state að búast við einhverju, eins og í mynd sem ég horfði á í gær, Gonjiam Haunted Asylum, það var atriði sem hún í einhverju herbyggju og það eitthvað með henni og svona lítur til vinstri og það bara einhver standandi þarna, bara einhver nakin kall og hann svona stendur með hendurnar einhvern veginn svona og lappirnar í kross og hún starir bara á hann og maður býst þið hann frá hlaupi áttina en hann frá að koma og hún lítur burt og svo lítur hún aftur og hann þarna og hann byrjar að hreyfa sig svona aðeins meira og meira en ekki að okkur að þetta vinstri, svona eins og hann sé að fara í sömu átt og hún og þetta atrið alveg 5 mínútna langt og maður allan tíman bara, þú veist, hann að fara að gera eitthvað eða ekki og ég og vinur minn sem við vanlega erum alveg svona við spjöllum stundum yfir bíómyndum þótt við erum ekki búin að sjá þær en þú veist, það bara stundum það gerist bara þegar við náum ekki að detta inn í myndina en þegar þetta atrið kom við héldum kjafti það var bara þögn. Já, því við trúðum ekki að þessu vorum að horfa á. En hvernig finnst þér að fara á hryllismyndir í bíó? Það er svo með hlé, fullt af fólki. Ég fer eiginlega upprunalega fór ég mjög vandlega á hryllingsmyndir í bíó. Ég valdi þær sérstaklega þar sem ég langaði að fara á eins og þegar ég fór á Conjuring og Conjuring 2 og síðan fór ég á Lights Out með Breka. Það er einn af mínum bestu vinnum. Það var dásamlega upplifun, það var mjög skemmtilegt. Salurinn var frábær, það var engin tröflun en eitt og þá með þess að salurinn vanlega myndi ég ekki þóla þetta en salurinn klappaði fyrir einu atriði og mér varst það geggjað en það var því ég gerði það óvart fyrst, ég gerði svona við einu að því ég var svo sáttu með eitt action og síðan byrjaði salurinn að klappa Þannig að þú varst ekki beint kannski að klappa og þú gerði bara einu sinni? Nei, ég gerði bara svona yes Já, ég fatt það að því ég lifði mig alveg inn í þetta atriði, það var sástu Lights Out. Já, svolítið síðan, var þetta ekki skugga og kveikir ljósið? Jú, það var þegar hún var með, þegar drauga skepnan, það var með kærastan og hann tók bíllykla upp úr og kveikti ljósin á bílnum, þannig að hann hvarf og hann datt í jörðina. Mér varst þetta svo sniðugt að ég brást við því með svona einu smetla af höndunum og síðan byrjaði salurinn að klappa. Það þú meinar, það var ákveðin stemming í salnum. Já, þannig að ég mátti eiginlega ekki vera pirraður út í það að salurinn klappaði því þau held að ég var að gera það. Þú startaði þessu? Já, ég gerði það óvart. En hvernig finnst þið hlé til dæmis? Af því að ég hef alltaf verið þeirri skoðun að hlé eyðileggja svona hryllismyndir. Já, mér finnst að það ætti alltaf að vera option af hlélausu bíó. Já. Það eru sumir sem vilja hlé, það eru aðrir sem vilja ekki. Ég vil ekki hlé á neinum bíómyndum. Í sammála. Að því það tekur maður súr maður að fara að detta inn í myndin aftur. Já. Ég sá til dæmis Blade Runner 2049, sá hann í Englandi, 3 tíma mynd og ég sá hann hlélausa. Það var stórkostlegt. Ég var inn í myndinu bara allan tíman, en það versta er við hryllingsmyndir til dæmis í bíó, stundum hætta þau í miðju atriði bara þar sem þetta gerist á einhverjum gangi eða hún kannski, það eitthvað spooky að gerast og síðan kemur hlé en það tekur maður núr einhverju sem hefði geta verið creepy. Ég veit að þessi tönum, þess vegna fer ég ekki hryllismyndir í bíó. Nei, ég sparum á því síðasta hryllismynd sem ég fór í bíó var upp á djókið með frænku minn og hún heitir sem við fórum á The Nun. Já, hún hræðileg. Og það sem ég gall leiði þessar mynd, hún varst að sussa með einum punkti. Hún alltaf hræðileg sem mynd. Já, en ekki á góða háttinn. Nei, ég sá hana, ég fór á hana í bíó, reyndar í Bandaríkjunum, þegar hún var sýnd. Og mér fannst hún vera bara svo leiðileg. Hún mjög, mjög leiðileg. Það er ekkert gott þessu mynd. Nei, en líka það voru bara sum atriði sem voru bara hlægileg. Þú veist, eins og þessi mynd breytist bara legit í Army of Darkness hann í endan. Já, einmitt. Bara berjast við Evil Dead skepnuna. Einmitt. Og þegar Frenchie kemur og lefur hann með skóplu og maður heyrir svona music swell og þetta var svona eins og moment sem maður myndi sjá í Avengers eins og þegar Thor mætir með hamar en þetta passaði ekki. Þannig var framing á atriðinu og ég gargaði og hlátur þegar það gerist. Já, ég bara var svo pirraður ef ég er á hryllismynd og mér langar til að hlæja. Já. Skilur, mér finnst það bara ekki passa. Nei, eina skipti sem virkar að hlæja yfir hryllismynd ef þú hlærið út af hversu freaked out þú varst. Já, það er þá vel heppnað í
myndinni sjálfur Já, það gerist fyrir mig í gær með Mána þegar við horfum á Congeam. Það var atriði sem það fríkaði okkur bara út og við vorum bara nei og við byrjum að hlæja við bara hversu mikið. Svona paniklátur. Já, og frábær upplifun með honum og öðrum góðum vinnum mínum hann heitir Helgi. Við fórum á Conjuring 2 í bíó og það var dásanlegt moment með salnum sem ég mun aldrei gleyma. Það var það var verið að byggja upp atriði, eitthvað rosalegt tension-atriði. Þetta minnum við þegar vatni var í kjallaranum og payoffið í endan þú veist að hann sér eitthvað í endurspeglarinn á vatninu. Það var verið að byggja þetta, það var verið að teygja þetta svo mikið og akkurat áður en eitthvað gerist það datt klingur úr vasanum hjá einhverjum í salnum. Beint á gólfið svona og allir í salnum bara svona, það kiftust allir svona, og síðan byrjuðu svona allir að hlæja yfir því, svona aðeins svona nervous chuckle yfir hvað var kjánast öllum brá. Og þá kom jumpscarið og allur salurinn collectively gargaði. Þannig að það var svona 2 bræðatri, eitt í alvörinni og eitt í myndinni. Já, því release var komið, það var allir búin að bræða og það var allir orðnir rólegir. Það var engin lengur að spá út í myndina. Nei, þannig að leiðu þetta kom, þá garguðu allir. En það er ekstra vont. Já, það var rosalegt. Að bræða þegar þú ert alls ekki tilbúin. Já, því þegar maður er að horfa á hryllingsmynd, maður fer í svona mót þar sem maður er að búast við einhverja, kannski tekur það aðeins frá mann að bræða. En jafnvel þegar maður er nær að bræða þá svona slappa maður af og myndin var slappar aðeins af líka, en síðan komið aftur. En hvaðan kemur þessi kvikmynd áhuga á þér? Það var bara, ég var bara, horfði mjög mikið á þær sem krakki og það var ég geti í rauninni, ef ég þarf að líta einhvern veginn aðeila þá var það hún amma mín, hún Svala Guðni, hún lést núna í september. Samhryggist. Já, hún var dásamleg, en hún var alltaf með gamlar teiknumyndir, hún var alltaf að setja teiknumyndir í spólutækin og... Eitthvað svona Disney-myndir eða? Já, eins og fyrsta myndi sem ég sá var Toy Story. Já, ok. Hún ennþá í miklu uppáhaldi á mér svo bíómynd og það var ég horfði bara á þær aftur og aftur, hún sagði mér að ég myndi ekki spóla á Vaffaðistækið eðlilega tilbaka, ég myndi ekki stoppa myndina og spóla tilbaka og kveikja henni, ég myndi spóla hana svona rólega tilbaka og horfa á hana aftur og bak. Og síðan ít á play. Gerður það? Já, samkvæmt henni. Hvað er verið gamall þá? 6 ára eða eitthvað? Þegar ég lærði að Vaffaðistækið, það er bara, ég hef ekki hugmynd. Bara hún sagði það þegar hún kendi mér hvernig átt að spóla tilbaka, mér langaði að horfa eitthvað eftir, þá myndi maður stoppa og spóla tilbaka því þá spólaðist þetta tilbaka hraðar og þá gæti maður bara horta á þetta aftur. En ég myndi bara ít á rewind, ég myndi ekki stoppa, ég myndi horfa á myndina að spilast aftur bak og svo aftur fram. Þannig horfði hana aftur bak og áfram? Já, og Toy Story er mynd sem ég kann bara utan að í dag. Ef hún er í sjónvarpinu þá ég get tala með henni. Já, þú kanntar bara utan að? Já, önnur mynd sem ég shamefully kann utan að er Batman and Robin. Hún til dæmis, minnst hann ekki góð mynd. Ég elska hana. Mér finnst hann skemmtileg. Ég elska að horfa á hana því fyrir mér er þetta einn fyndasta bíómynd sem hefur verið búin til. En hún er það ekki viljandi. Nei, það er það sem gera hann svo finna. Já, hún er, ef ég þarf að koma mér í gott skap þá set ég Batman and Robin á að því hver einasti ramma lætur mann hugsa bara hvað gerðist það bak við tjöldin, bara hver lifði þess að gerast. En hver er þín tilfinning eins og þegar þú horfur á Batman Forever, að því Joel Schumacher gerir alltaf báðar, Batman Forever og svo Batman Robin. Já. Og mér er Batman Forever tölvöld skári bíómynd. Já. Hvað heldur þú að hafa gerst? Þetta er að því þau voru ennþá að fylgja upp það sem Burton gerði og Tim Burton framleiddi Batman Forever þótt hann leikstýrinn ekki. Og Schumacher vildi gera svona semi-almennilega bíómynd en út af stúdíu vildi spila það safe að því Batman Returns hafi verið svo gróf erfitt að selja leikfang þegar einn af karakterum býtur nefið að einhverjum en síðan fyrir, og hún var smash hit, hún græddi hellingspinning þannig að stúdíu vildi strax fara í aðra mynd og það var bara spilin leikfangin gerði þetta litrikt, gerði þetta svo að krakkar geta horta á þetta dömmum þetta down og Grey Schumacher sem hann var ekki versti leikstjóri í heimi, hann bjóður margar solid myndir, hann leikstjóri myndir með svo Lost Boys, Falling Down. Þetta er legit leikstjóri? Já, leikstjóri líka nokkru þáttum á House of Cards. Já, var hann eitthvað í því? Já, ég held að hann leikstjóri þáttum 4 og 5 eða eitthvað í seríu 1. Hann ger eina mynd, ef við notum Schumacher, sem ég varst heldur góð, komst þetta óvart, Fómbúð. Já, Fómbúð, hún er stórkostleg. Mér varst það fín. Ég meina, þetta er ekki auðveld mynd að búa til. Nei. Það er erfitt að búa til tensionur en það er bara, ég mun aldrei gleyma fyrst þegar maður heyrði þarna byssunni að lótast í gegnum síman bara. Já. Maður bara hjartað á manni stoppaði bara og hann spyr þarna, did you hear that? Og ég svona sjálfur bara, já, ég heyrði því þessum maður þetta.
Og hún spennandi. Hún mjög spennandi. Colin Farrell stórkostlegur í henni. Mér finnst það líka bara flottur leikari. Farrell? Já, hann að fara að leika The Penguin. Já, og óþekkjanlegur. Ef þú sér svona trailer eða eitthvað svona myndir á honum. Það má fara að veluna þetta fólk núna, sko. Þetta rosalt make-up maður, því hann bara svona óþekkjanlegur sem Penguin í nýju Bondmynd. Ég elska það, ég elska make-up sem gerir fólk óþekkjanlegt. Það bara eitthvað, þegar hann nærði svo vel, það það svo bara svona, ég trú ekki að ég sé að horfa á eitthvað með make-up, ekki bara genuine mannesku. En ég fórhættu með það, því að ég fætt 83, hann ég er tölvöld eldri en þú. No. Hvað ert þú í sambandi við CGI eða make-up og model og svona practical effects? Hvort fílað þú? Náttúrulega, ef eitthvað getur verið gert practically með scale models eða force perspective, þá ættum við að gera. CGI ætti bara að vera að nota þegar það síðasti valkosturinn. Já, þér finnst það, þó að þú setur hérna alast upp þegar að fullt af flottum CGI myndum að koma út. Já. Það bara því ég sá hellinga svona myndum sem mér fannst tölvöld raunverulegri, en þegar ég sá að mér fannst eitthvað fake, þá myndi ég spyrja hvað það væri og pabbi minn myndi kannski segja, já, þetta er svona tölvubrellur og mér líkaði bara ekki við þær af því mér fannst það fake. Að því fólk, við sem áhorfendur, við getum alveg skynjað í rauninni hvenær eitthvað er fake eða ekki og það getur tekið mann úr upplifuninni. Það gerir það nefnilega. En minnst áherslu að heyra þetta því að, eins og segja, það er svona tölur aldursmunur á okkur. Ég vil alltaf frekar praktikal eða make-up frekar CGI ef það er hægt. Það er svo miklu flottara. Það er líka það er á staðnum. Þú ert að taka upp eitthvað sem er á staðnum. Já, það er líka CGI eftir oftar að vera að nota að fela eitthvað frekar hann að búa það til. Já, ég er sammálaður. Eins og í Pan's Labyrinth eftir hann Guillermo del Toro. Það er eins og The Fawn, hann er full on make-up og búningur og allt það. Já. Það er CGI en það er til að taka lappir leikarans burt að því hérna lappirnar eru svo framalega. That's it. CGI nota til að fela lappirnar. Já, það er töff. Þetta hjálpar og þá verður þetta svo ósýnilegt. En þú veist, til dæmis í Matrix, þú veist, í fyrstu myndinni, þá er aðalega tölvöggjara umhverfi, eins og í Bullet Time og svona. Svo fara það tölvöggjara personur í 2 og 3. Það er, og þetta er svo fake. Svo ljótt. Þetta eldir svo illa. Það er einmitt vandamál við þetta. Þess vegna finnst mér svo magnað að sumt CGI eldir svo vel. Stundum, já. Já, eins og sum effektin í Jurassic Park frá 93 er bara immaculate. Já. En svo eru önnur effekt sem maður finnur fyrir tjaldinu. En það er líka sniðið til Jurassic Park að því hann blandar svo saman. Já. Þetta er ekki bara tölvugjart. Nei. Það er einmitt mix og matchið eins og T-Rexin sjálfur er brúða. Einmitt. Sem við finnst magnað, en allt hitt er aðri hlutir eru CGI en það er eins og ég segi, þú ættir að nota ef það er bókstaflega síðasti valkostunin. Já. Eins og við séum munun á The Thing frá 82 og prequel-myndinu frá 2011 eða eitthvað. Ég hætti ekki að sjá hana. Þetta er bara dagur og nótt, sko. Já, fyrst er ennþá geggju. Já, fyrsta helst uppi út af þessum brellum. Já, af því þegar þeir voru að taka upp, þá var eitthvað á staðnum. Já, og það er líka annað sem hún gerir til að blekkja mann alveg. Það er þú manst þetta blood test atriðinu. Já. Og hendin, þegar þetta poppar hann upp úr glasunars, hendin er fake. Þetta er gerfi henda því það þarf eitthvað að skjótast hann upp úr. Já. Og hvernig þið gera það þannig að standa ekki úr leið að þetta köttar á hann. Það er oft sýnt þegar með Creedy er þá er hann ennþá notandi fake hendina. Þetta er til að láta maður venjast í að sjá gerfi hendina. Í staðin fyrir að hún er allt í einu fake. Já, þá spottar það strax. Það er svona, ég tók aldrei eftir þessu fyrir einhver benti mér á þetta. Núna get ég náttúrulega ekki séð annað, en ég hefði aldrei tekið eftir þessu. Ég búin að sjá sem ein milljónsunum, ég hef aldrei pælt í þessu. Nei, núna myndu sjá þetta, sko. Næstir í horfuna á að tjekka þessu. Af því hún er, eins og ég segi, ef hendin er bara allt í einu fake í þessum síðasta ramma, þá kemur maður alveg, hendin er fake. Já, einmitt. Þá er þetta svo jarring að sjá allt í einu fake hendi. En út af hvernig myndin er klift og stundum er köttað yfir og skot á honum með hendina í rammanum og síðan er farið yfir eitthvað annað og svo aftur, þá maður hættir að spá í því. Þú er bara búin að venjast rammanum. Einmitt. Þetta er góða punktur. En þú sjálfur kvikmyndagerðarmaður. Ertu að læra, ertu útskrifar, hvernig er það? Ég er að útskrifast núna jólin vonandi. Ertu í kvikmyndaskólanum? Ég er í kvikmyndanámi í fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Ok. Það er á Sauðárkróki. Já.
sem dásamlegur staður. Ég var að keyra þangað í gær að skila búnaðinum og fekk bara svona íl í hjarta bara að vera að náttúrum með þeim. Það er mjög vænt mér á stað. Já, geggja maður. Þótt að ég bara búin að búa þar síðan, ég bjóð þarna 2018 og núna en ég meina, fólkið þarna dásamlegt og maður bara svona, mér langaði alltaf, ég tímdi alltaf að fara strax að keyra aftur en ég veist að fara í bæina því litla frænka mín, dóttir systur minnar, hún var eins og sig gær og ég þurfti að fara með hellinga stöffutur hennar og koma mér til Mána og já, ég var bara svona pínu emotional við að upplifa þetta aftur. En hvernig þetta fíla svona frá kvikmyndunum? Mjög skemmtilegt, en mjög svona, maður fæ mjög mikið creative freedom. Hann Árni dásamlegu kennari og hann gefur manni í rauninni ómikið frelsi til að gera það sem maður vill. Og hvað finnst þið skemmtilegast í þessu? Þú ert væntanlega ert ekki að læra allt, bara klippingu, leikstjórn, handriðsgerð og allt þetta? Mér finnst... Er þetta sérhæft? Eða svona sérhæfðar eða hvernig virkar það? Þetta maður getur í rauninni farað til að læra það sem maður vill læra. Hvort maður vill aðalega læra teknibrellunar eða á myndavélunni eða skrifa eða leikstýra, whatever. En mér finnst alltaf bara skemmtilegast í rauninni þegar við fengum bara tíma til að skrifa handritun okkar og svona, fá að stilla okkar eigin hugmyndum og líka bara vera með fólkinu. Við fengum alls konar verkefni til að gera en veist mér var bara mjög, ég held að það var bara fólkið sem þótti skemmtilegast að vera í kringum og fá að gera stöf með þeim. Þannig finnst þér það kannski skemmtilega að vera á setti og taka eitthvað upp eða versus að vera einn að skrifa? Það svona einmannilegra? Já, mér finnst langt skemmtilegast að skrifa svona. Þið finnst það skemmtilegast? Já, en mér finnst algjört prósessum mitt martröð. Hvernig það? Að því ég mjög fljótur að skrifa en ég mjög lengi að byrja. Eins og ég skrifaði einhvern tímann 90 sinna handrit á 2 kvöldum. Það var bara eftir kvöldmatt 2 dagar í röð. Shit. En ég var mánuð að koma hugmyndin í gegn. En hversu gott var það eftir 2 dagar? Fyrsta drafti var alveg frekar fínt sko. Já, það? Já, seinna drafti var miklu betra af því ég hef aldrei tekið eftir fyrsta draftinu göllunum ég hefði ekki fengið nokkra vinum minna til að lesa upp átt með mér, af því ég þurfti að heyra svona smá input, en það var bara ég fekk bara hvernig prósessum mitt virkar ég fæ hugmynd og kannski er hugmyndin heilt atriði og mér finnst þetta kannski skemmtilegt atriði og ég bara svona ok, en síðan spá ég hvað leiddi upp að þess atriði og hvað gerist eftir á og þaðan svona reyni ég að tegja það út og ég þarf alltaf einhvern annan til að hjálpa mér með hugmyndina af því ef ég einn þá fer þetta bara út í einhvern skrýpaleg sko, það þarf einhvern til að halda í taumin sko en ég fór með þetta til félaga minns á Króknum, hann Ásbjörn, hann bara einn af mér nánustu vinum og við byrjuðum bara hanna fleiri atriði í kringum þetta, við föttuðum svona ok, þetta getur verið gerst, þetta getur verið í partí eða þetta getur verið í heimahúsi eitthvað svoleiðis og við byrjuðum að tegja og síðan byrjaði ég svona að skrifa rétt niður í notes í tölvunni og síðan vorum við bara komin með hugmynd og ég gerði svona pínulítið synopsis, bara þetta margir vinir gera þetta, x, fattaru og síðan eftir ég kom með detailed synopsis þá fer ég í að útlína, það er bara atrið 1 þetta gerist og útlínuna mínar geta farið frá að vera ein lína yfir í paragraf það getur verið atrið 1 Óðinn vaknar í atrið 2 Óðinn fer og heimsækir þennan bla 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 og síðan atrið 3 þessi 2 spjalla og síðan ger ég þetta til komin svona 80 til 90 svona lítil atrið og þá ég bara komið blueprint og núna eina sem ég þarf, af því núna veit ég hvað öll myndin núna veit ég hver detailin og núna veit ég alltaf þannig að eina sem ég þarf að gera að skrifa dialog núna þarf ég bara að setja samræðarinn og samræðar eitthvað sem ég hef alltaf átt létt með. Finnst það léttasti parturinn? Já, mér finnst allt eitt erfiðara. Já, það? Já, samræðar hafa aldrei verið eitthvað erfiðar fyrir mig að því spiritual mentorarnir mínir hafa verið Joss Whedon, Shane Black og Aaron Sorkin. Sérstaklega Aaron Sorkin, ég horfi á þættina Sports Night allavega einu svona ári. Hefur þú séð Sports Night? Já, ekki séð það. Ég mæli með þeim. Sko, fyrsta serían einn fullkomið og sjónvarpsefni gerist. Er þetta gamall? 1998. Já, ok. Þetta 22 mínúna langir þættir svona behind the scenes af fólki sem sér íþróttafréttir. Ég er ekki mikið fyrir íþróttir en þetta samt eitt af uppáhalds þáttunum mér.
Líka bara Sorkin þannig penni, hann getur alltaf allt hljóma áhugavert. Já, og ég lærði bara svona alls konar tricks við að hlusta á viðtöl við þessar menn og svona hvaðan dialogið á að koma og leiðum að lærir, maður á ekki bara að vera að skrifa fólki að tala, maður þarf að finna ástæði fyrir af hverju þau að tala og hvað þau að vera að segja og þann kemur þetta bara, ég oft bý bara til litlar dialogur í hausnum á mér og á milli persóna? Já, í rauninu og bara svona og síðan skrifaði bara niður en ekkert endilega fyrir eitthvað og stundum ef ég að skrifa handrit og ég bara svona finn aðstæðan og þá bara svona fer ég inn að litla banka af nótum og ég svona, þetta perfekt í þessu samengi, klikk. Já, geta bara tekið það og sett það í þessu senu. Já, það til dæmis ein lína sem ég bjóð bara til þegar ég var að sópa. Ég var að sópa og það voru svona lítið yfirildi milli 2 manna þegar að reyna að laga eitthvað og samanlega var, þú veist, þú getur lagað þetta fyrir mig ekki, af hverju, ég get ekki að laga allt. Nei, hvernig var þetta? Býtu, ég munnað. Hann sagði, af hverju heldur að ég geti lagað þetta? Þú getur lagað allt. Ég get ekki lagað kaffivéluna mína. Þú drekkur ekki kaffi. Af því ég get ekki lagað kaffivéluna mína. Já, bara eitthvað svona basic, plain samræður. Já. En svona hnittnar. Já, og þetta kom bara þegar ég var að sópa. Mér datt þetta bara í hug bara, af því það strax koma lítið karaktermoment þarna, tókst eftir því? Ég tók eftir því. Að maðurinn neitar að drekka kaffi bara því að hann getur ekki drukkið úr sin eigin vél. En hver finnst það þegar þú horfir á bíómyndir? Hver finnst það að bera af í sambandi við dialog? Er það þá Sorkin og Shane Black og þessi gæði svo nefndir? Joss Whedon. Ertu mjög hrifin á honum með það? Já, ég meina hann skrifaði Toy Story. Það er reynda góð punktur, hann gerði það. Sem fyrsta myndi sem ég sá, ever. En þú hrifin á honum? Já, mjög. En svo Tarantino, hann nú þekktu verið dialog. Já, en það er svo, mér finnst það svo showy. Mér finnst það of ég finn fyrir honum tæpa þetta niður. Já, ég skilji. Það er of mikið, sumt að það sem er skemmtilegt eins og sumar af þessum dialogum í Pulp Fiction og svona en þegar þeir fara í eins og í Kill Bill 2 þegar hann fer í Superman ræðina sína þá ég geispa. Bara, þetta of harkalegt, þetta of on the nose en til dæmis mynd eins og Once Upon a Time in Hollywood þar fannst mér þetta í rauninni þægilegast að því mér fannst hann vera miklu meira svona subdued með að aðeins halda baki þar. Já, ég skilji. Þú veist hann ekki fara alveg út í þetta ekstrím? Nei, en það er kannski að því leikararnir voru svo rosalega náttúrulegir bara í sínum hlutverkum og það var ekkert verið að fara út í langar monologur út í alls konar hluti. Þetta var bara fólk á þessum tíma aðeins að spjalla. Það var næstuði komin ein monologa en hann ákvað að leyfa hann að feita þess út. Það var þegar ég man ekki hvað leikarinn heitir, hann er að tala að hann fær borgað fyrir að klippa hárið á leikurum og hann fær borgað saman hversu mikið hann gerir og þetta bara hann í bakgrunum og þetta svona hægt og rólega feitar út áður en þetta verður Superman-atrið. Já. Og finna við Superman-atriðið í Kill Bill 2 að hann missir samt punktinn. Þetta ránt. Hann talar að dulagerfið hjá Superman Clark Kent. Hann talar hann vaknar á morgnar og hann Superman og hann þarf að fara í búningin sinni sem Clark Kent. En þetta samt ránt. Þannig að Superman Clark Kent kommentari Superman frá mannfólkið. En Clark Kent uppgötaði ekki kraftana sína fyrir hann var úrlingur þegar hann búin að vera Clark Kent í 16 ár. Hann alltaf Clark Kent. Að því Superman vill ennþá, hann guðin sem vill vera maður. En talandi svona Superman og Overture, þín lokamynd, já. Er það ekki Vendarinn? Jú. Segðu okkur aðeins frá henni. Ok, hún byrjaði sem svona fan spin-off af myndinni Glass. Átt að gerast í rauninni heimurum sem hún var búin að stilla upp eftir á. Og ég tók upp fyrsta concept footageið fyrir það í febrúar eða mars í fyrra. En ég fatti aldrei hvað ég ætti að gera með það. Og síðan tók ég bara upp svona, ég tók upp meira svona concept footage núna bara í ár, bara hvað getur við gerst að ég fann loksins rekslana. Ég fann reksla til að nota. Já, hérna réttur rekslana. Ég fann hana loksins. Og við tókum upp svona eitthvað atriði og bróðir minn í gamla concept footage-inu lék yngri útgáfa af mér. Okay. Það sem þetta feitar svona inn og síðan verður þetta sagan mín, eða karaktersins. En mér hætti að finnast áhugavert eftir að hún búin að taka upp concept footage og litli bróðum minn lék annað hlutverk
og við vorum svona aðeins að reyna að fela að þetta væri hann en ég tók bara eftir að mér fannst allt í einu datt mér í hug sögu fyrir karakterin sem bróður minn var að leika hann og mér fannst allt í einu eins og ef ég geti sameinað þeir þá var ég komið með eitthvað betra sem ég ná að gera þetta svona það engin ofurkraftar eða neitt svoleiðis í þessu þetta bara í rauninni að taka visual language Shyamalans fyrir Unbreakable og Glass og gera okkar eigin sögu úr því en við erum að heyra það sem Shyamalan hefur gefið okkur með Unbreakable og Glass til og með tónlistin sem mér finnst ég raun að vera að svindla með að því þetta svo fáránlega gott soundtrack en þetta strák unga mann sem heitir Rúnar Ragnarsson alveg eins og David Dunn RRDD og þú leikur hann eða ekki? Jú að því ef einhver allar í þessa reksla þá það ég okay. Ég vanlega vill ekki leika en þetta var bara eitthvað sem ég bara svona ég hlakkaði bara til að gera stöndin og svona en þetta hann að reyna að finna eitthvað svona það eitthvað efni sem að fara götunar og að senda fólk upp á spítala og engin veit hvað efnið og engin veit hvaðan það að koma og síðan kemst hann að því að það hefur verið að fela þetta í liftdollum að því löggan ekki að fara að tjekka þar það hefur verið að fela þetta í dollunum og það hefur verið að skera upp pókan og setja eitthvað nýtt inn og svona og karakterin sem bróður minn leikur strákur sem sadly dregin í það að selja þetta því hann að reyna að borga reikningana fyrir móður sína og húsið og hjálpa systur sinni að því móður þeirra í dái og pabbi þeirra dó þegar hann fæddist og þeirra heimar loksins sameinast þegar karakterin minn kemur og lumbrar aðeins á honum og hann sníkar eitt af þessum efni í sig og verður allt í hennu miklu sterkar en hann í smá stund en síðan rennur þetta út og kemur ljósa að þetta efni að empa fólk upp þetta svona, ef þú ert spretthlaupari þá hleypur miklu hraðar en bara í smá stund og svona, þetta svona super drug svo sterar sinnum 1000 Já, og endast bara hann var bara að selja lítinn skamt, hann var að selja minni skamt að því þannig finnur karakterinn minn hans að því hann selur stelpu þetta í byrjun myndarinnar og gæinn minn að elta strák sem að stela úr bíl og hann sé stelpuna liggjandi á jörðinni og eftir að heimarnir þarna mætast þar byrjar þetta þar verður þetta rosalega spennandi Hvað þetta löng mynd? Hvað verður hún löng? 40 mínútur Hún alveg 40 mínútur? Já það ekki frekar langt fyrir svona verkefni í skóla? Jú, þetta var að vera svona korter en ég held að ég fekk traust Árna að gera þetta að því síðast myndi sig ég gera undan Háskaferð, hún til á YouTube hún mjög skemmtileg Ég að tjekka henni og hún 18 mínútur með credits að því credits eru svona sérstaklega editið af mér svona kastið að gera hellinga skemmtilegur hlutum og svona bloopers og svona en sagan sjálfur svona 14 mínútur korter og ég gerði hann á 2 dögum á símanum mínum Já, þú meina það þannig að ég held að Árni treysti mér alveg með græðurnar og það sem átti upprunalega að vera 2 vikur að gera 40 mínútur langa mynd en líka bara þegar með datt í rauninni ég var ekki með neitt annað í huga til að gera að loka mynd og ég fatt að ég á búin að skrifa handritið og bara ég ákvað að nýta með það að ég gat fengið græðuna frá skólanum til að gera þessa mynd og skaffa þeir bara allt ég fekk myndavæluna og svona 3-fót og svona lánaðan ég fekk náttúrulega ekki alla græður í heiminum en að fá mjög dýra myndavæl lánaða það var bara hjálpin sem ég þurfti það ein myndavæl þá bara? Já og notaðar bara eina myndavæl fyrir alla myndina? Já, það var nokkra aðra notaðar en sem sagt svona aðeins lower quality en flest af þessu var bara skotað af þessu einu vél sko. En nú sá ég til dæmis að það var eitthvað svona slagsmálatriði og eitthvað svona koreograft slagsmálatriði Já Hver að koreografa slagsmálatriði? Er það þú eða? Já Ég koreografa öll slagsmálatriðin nema það villain í þessari mynd og atriðin þar sem ég og hann erum að slást það koreograf með honum af því ég fæ hann alltaf ég og hann vinnum rosalega vel saman þegar kemur á svona hlutum en öll hinn koreograft slagsmálatriðin eru ég Og áttur eitthvað svona fyrirmynd eða við samtum við slagsmálatriðin? Slagsmálatriðin? Ég bara hef einhvern veginn aldrei spáðið ég bara aðalega vil ég bara sjá það sem að gerast og ef það þarf að vera einhver hreyfing þá vil ég að nota það meira sem impact
eins og þeir einhverja kildur og hann þarf að fara hérna, þá kannski skemmtilega að hreyfa myndavélina með högginu í rauninni. Já, af því það býti meira impact, eins og bróður mínum slammaði vegg á einu punkt í myndinu og myndavélina fer hérna og það bara það lukkar svo ekstra hart þegar hann með nelti hérna vegg af því myndavélina að fara á sama hraða á hann. Þannig að þú hrifnar af svoleiðis, þess að mér fannst þess að vera með svona langa töku meira, heldur hann að klippa. Já, ég það hægt að gera góða actionatrið með því að klippa. Ég hef alveg leikið með aðeins á því, ég hef með eitt svoleiðis vídeo á YouTube, ég held ég samt með Unlisted, það var eitthvað sem ég var bara að gera til að experimenta. En ástæðan fyrir löngu tökunum var í rauninni að því við vorum með svo stórt svæði til að vinna með hana, okkur langaði að reyna að nýta okkur það sem mest og náttúrulega Unbreakable mjög mikið af löngum og brotnum tökum og mér fannst, ég vildi bara leita challenge hvað svo mikið við gáðum gert af actioni á þess að klippa frá og það náttúrulega, ég veist að treysta leikurunum mínum rosalega mikið og myndaálumannum mínum sem bróður minn líka á myndaálunni. Já, hann á myndaálunni? Já, þegar hann ekki í rammanum, þá hann á vélinni. Ef ég ekki í atriðinu, þá ég á vélinni. Já, ég skilst bra. Já, og ef við erum báðir, þá fengum við félag okkar Snorra. En þetta náttúrulega allt það að ég vissi hvernig ég vildi allt leit út, þannig að ég treysti þeim alveg á vélinni fyrir mig ef ég sagði þeim nákvæmlega hvernig ég vildi að skotin leit út. Ég líka mjög ég held að ég get sagt að ég sé svona unpredictable þegar það kemur á vélinni, af því ég vil alltaf reyna að finna skotið í upptökunni sjálfri, eins og það atriði háskaferð þar sem gæi að fara með svona litla monológu sem leikarinn sjálfur skrifaði, hann skrifaði handritum með mér og hann byrjaði svona að anda aðeins frá sér og ég ætlaði að fara að segja cut af því þetta var búið að vera löng taka en síðan hélt hann bara áfram og ég þurfti þá að improva þessu með vélun og ég byrjaði að fara í svona close-up sound meðan hann var hérna og fór lengra frá. Mér finnst mjög þægilegt að uppgöta hvernig myndin á að líta út á meðan við erum á staðnum af því mér finnst þá atriðið fæðast miklu náttúrulegra. Henta það þér betur heldur með kannski storyboards? Þess að þú búin að teikna niður alla rammana og... Já, ég held að ég myndi storyboard ef ég kynna að teikna. En heldur þú að gera það? Já, en ég er bara með svona grunnhugmyndin á hvernig þetta á að líta í hausnum og svo þarf ég bara að finna það svona sjálfur. En það hlýtur líka að hjálpa þegar þú skrifar þetta sjálfur. Já. Þegar þú ert að skrifa, þá ertu náttúrulega búin að sjá eitthvað ákveðna mynd fyrir þér. Já, ég skrifa í rauninni í angles. Ég veit alveg svona, þegar ég er að skrifa þetta atrið, þá í rauninni sé ég það fyrir mér hvernig það á að líta út. Skrifar þá sjónarhornin inn í handritið, ert bara með í hausnum? Ef það er rosalega detailed, þá fer sjónarhornið inn. En ef þetta er bara svona frekar basic, ef ég veit bara svona, ef þetta þarf bara að vera eitthvað hér eða hér, þá skrifa ég það ekki. En ef ég er til dæmis að skrifa God's Eye View eða eitthvað svoleiðis. Þá setur það með? Já, af því það er svo nákvæmt. Annað er bara myndarinn þarna en ekki þarna. Já, ég skilji. En hvaða forrit notar þú þegar þú skrifar? Þetta er Celtics. Já, notar Celtics. Já, bara mjög þægilegt forrit, auðvelt að læra á, frítt. Með mitt. Eina sem ég þól ekki við það er hvað getur stundum verið trekt með PDF-skjölun. Já, meinar. Prentar þetta út líka? Þú lest þetta yfir og svona? Já, en þú veist eins og stundum bilaðu bara, stundum opnar það ekki eitthvað. Þannig að eins og fyrsta draftið af vendaranum er bara allt í lagi. Seinna draftið var miklu betra, en ég gat ekki opna Celtics útgáfan af þessu seinna draftið sem því að ég gat ekki breytti í PDF-skjál. Ég var bara með PDF-skjál af fyrsta draftinu. Nei, það er pínubögg. Já, það var mjög pirrandi því þá þurftu að prenta það út og ég þurfti svona að handkróta yfir hlut og segja fólki að þetta atrið er ekki lengur svona, við þurfum að gera þetta hérna og... svona óþarfa bögg. Já, svona pínu lítið bara líka. En ég með þess að segja, frýtt forrit og svona. Já, þetta er svona don't look a gift horse in the mouth. Nei, nákvæmlega. En þú talar um Unbreakable, M. Night Shyamalan. Og þegar við vorum að tala saman og við byrjum að taka upp og við svona plana þáttinn, þá talað þú um að þú verið mjög hrifin á Unbreakable, sérstaklega. Já. Hvað er það við þessa mynd sem þú fílar svo mikið? Unbreakable er top 5 uppáhalds bíómyndunum mínum. Það er bara þegar ég sá hana fyrst ég sá hana fyrst 2009 og 2010. Ég eiginlega bara svona stömblaði á hana og ég feina að ég fór ekki að fletta á mikið upp. Ég heyrði bara basic premise, ég heyrði bara Bruce Willis lendir í lestarslys og fær svona existential crisis. Og ég er svona, ok, hvað ætli
ég hugsaði að það hlýtur að vera erfitt að vera eini gæðin sem lifði af eitthvað lestarslys og þú ert að lifa með það myndi mig á myndina hvað heit Brain Freeze hún með Jeff Bridges, hann lifir af flugslys já, hvað heit svo mynd aftur? Talið stólun mér já, ég veit hvað myndu þú tala já, en hann fær sjálfur svona hann sé svo eftir því að hafa lifað fattarðu? Einmitt. Og ég held að þetta væri eitthvað svipað en bara með Bruce Willis og þessi mynd kom út árið 2000 en ég var náttúrulega í sána 2009 eitthvað og síðan þegar hann byrjar að spá þetta í hver tilgangurinn hans bara hvað ég búin að vera að gera með líf mitt, af hverju er líf mitt svona og af hverju er ég miklu sterkar en ég bjóst við og síðan er Elijah Price Elijah Price er að fara yfir svona hvernig teiknumyndasögur getur verið svona obskjör útgáfa af raunveruleikanum okkar, eitthvað sem einhver sá eða fann fyrir og ég svona hugsaði þetta lítur að spila inn einhver staðar eða kannski er þetta bara eitthvað kvörk þetta getur ykkur í sjámála mynda að einhver karakter er með kvörk þessi ekki að ég skal teiknumyndasögur en það skiptir ekki máli restina af myndinni, drullaðir í hann eða svo heldum við en síðan þegar hann er í rekslánu og hann er ítt hann og hann í sundlöfunu svo rís hann upp og hann persónulega hverfur úr rammanum stígvélina svo sláin fer svona niður og meðan dramatist tónlistspilar og þá er það skikkja og þá fattar maður shit, ég er að horfa ofur þetta í bíómynd það breytti þessu svo mikið það er svona, þegar ég sýni fólki á Unbreakable eða veit eitthvað það, basic premise Bruce Willis lendir í lestarslýsi og fær existential crisis og ég elska bara að sjá realizationu þegar þið fatta shit, þetta er supermoment já, ég er nefnilega Tarantino, ég elska þessu mynd líka Tarantino listin á svolítið góðan hátt hann sagði að markasetningin á þessu mynd hefði klikkað og hann sagði þeir hefði átt að markasetja þessu mynd þannig í rauninni bara hvað Superman væri til en hann vissi ekki að væri Superman já, það er bara akkurat þannig það er svolítið Unbreakable já, og endurinn á Unbreakable ég var einu sinni alltaf að tala bíómyndir á story á Snapchat ára að byrja að vera of tímaþröngt og ég hætti að finna myndir til að tala það var ég talaði að mér fannst endurinn á Unbreakable fullkomin, þetta er eitt af þessum fullkomnu endum og þegar maður segir eitthvað er fullkomin endir þá er maður ekki að segja að allar myndir eiga að vera svona með endurinn það er bara þetta er rétti endurinn og þetta er eini endurinn fyrir þessa mynd sem hefði getað virkað svona vel af því það er líka bara hvernig tónlisti spilar því þessi sama tónlist spilar í öllum svona hetjumómentunum á Bruce Willis en síðan þegar Elijah Price er búin að koma að staði hver hann er og sinn tilgangur þá kemur sama tónlistin tilbaka The Superhero Theme spilar á meðan vondigæðin fæðist og maður bara svona, þetta er of mikið maður þetta er svo ég horfi stundum bara á þetta aðri eitt og sér og ég fæ enda bara gæsað en þegar ég horfa myndina í heildsinni ég þarf oftast að vera einn svo að þetta gerist, en ef ég er einn að horfa á þessa mynd og þetta atriði kemur það, ég fer að grenja sko. Ég svo skilði það, þegar ég horfa á þessa mynd í dag ég fæ ennþá gæsahúð þetta er svo rosalegt, þetta er líka bara þetta lá hana fyrir framan manni og þetta er líka bara út af krökkunum they called me Mr. Glass og maður bara, þetta stingur svo mikið þetta er svo sárt og líka heimspekin á bakvið þetta er svo mikið bara að finna tilgangin að finna tilgang einhvers annars í gegnum þín eigin means og þú ert að finna tilgang sjálfstins í gegnum einhvern annan mér finnst það er svolítið creepy sko að því að Price er búin að vera að reyna að finna ofurmannin á jörðinni og síðan uppgötur hann sjálfur að hann er Lex Luthor Já, einmitt hann uppgötur það í leðinni Já, og mér finnst hann fyndið bara þegar Shyamalan er með gott twist þá er hann búin að stilla því svo vel upp líka en hann Elijah Price basically segir okkur hann vondigæðin bara í byrjun myndarinnar hann í fyrsta atriðinu þeirra saman í teiknumyndasögubúðun hann sagði ég fylgdist með lestarslýsinu, ég fylgdist með flugvélunum og hrapa, ég fylgdist með eldsvoðunum ég var alltaf að leita að einu orði eða einni setningu og þegar ég horfði á þessa mynd aftur þá sagði bara hann er að segja honum að hann gerði þetta og bara hvernig, af hverju spáði maður ekki út í þetta Þetta var alveg gott tvist og mér finnst þú mjög vel skrifið þessu mynd Hún er rosalega vel skrifið, það er svo mikið af svona impactful hlutum og það er pælingarnar á bakvið að því tilgangur manns á jörðinni er ekkert alltaf bara set in stone, stundum þarf maður að uppgöta hann og að versta er að þarna þurft hann að uppgöta í gegnum að fórna 1.000.000 manns líka þetta er besta performance af Bruce Willis bara
ever. Já, ég ætla líka að ræða við Split og Glass eftir smástönd að þú talar um Bruce Willis. Já. Að ég veit ekki alveg hvað gerist um hann. Að því sem leikari í gamla dag var hann hrikalega flottur. Já, þegar hann fær Bruce Willis hann einn af þessu leikurinn sem eins góður á efnið sem hann fær. Já, það er góða punktur. Stundum nær hann að halda einhverju lélu efni inni en ég meina hann eins góður á efnið sem hann fær. En það oft með leikara sem stundum gaman bara að horfa á konar leikara. Það ekki að vera besti leikarinn en ég þarf að hafa gaman að horfa á þig. Já. Og mér stundum eins og með hann þú þarft ekki að vera besti leikarinn í einhverju mynd. Já. En komdu með sjarman. Svona eins og Michael Keaton. Mér finnst hann alltaf góður. Það uppáhaldsleikarinn minn. Já, það? Já. Bara allan tíma? Já, of all time. Af hverju það? Að því fyrsta live action mynd sem ég sá ever var Tim Burton Batman myndin. Ok. En hann var fyrsti leikari sem ég gat nafngreint. Já, ég skil. Þetta var ekki einhver mynd með Michael Keaton og ég sagði, hey, Batman, ég bara Michael Keaton. Já. En Michael Keaton uppáhaldsleikarinn minn af því hann alltaf það besta við myndina sem hann í. Ég svolítið sammálaður. Hann mætir og krænkar þetta upp í 11. Það bara, það aldrei neitt fake. Manni finnst líka eins og hún sé ekki sama. Nei, hann elskar það sem hann að gera maður. Já, það eitthvað metnaður. Og það að hann vann ekki Óskarinn fyrir Birdman, ég mun aldrei fyrirgefa akademíunum fyrir þetta. Hann aldrei Óskarinn, ekki rétt? Nei, þetta var fyrsta tilvinningin hans. Já, hann ógeðslega góður. Nei, bara Eddie Redmayne vann fyrir að leika Stephen Hawking og come on, þetta svo auðvelt. Nei, svo líka sem Óskarinn. Hversu oft að marka þetta? Já, en líka Michael Keaton var grínlaust eini leikarinn að leika original karakter í sína kategóri, allt hitt voru biopics. Það segir 1000 orð. En eins og með Unbreakable, þar er líka með Samuel L. Jackson. Já. Hvernig fílar hann? Samuel L. Jackson æðislegur leikari, en hann miklu betri þegar hann subdued, þegar hann ekki ýktur. Hingur aðeins. Yes. TV will shut down in approximately 52 seconds. Já. Það bara svara spurningun aftur. Já. Sam Jackson í rauninni betri þegar hann dreginn tilbaka þegar hann ekki svona hyperaktiv karakter eins og Elijah Price. Hann svolítið yktur sem Zeus í Dagar við Avengers, en hann frábær í hennu og hann frábær í Pulp Fiction, mjög góður í Jackie Brown og mér að Goodfellas, hann í Goodfellas. Það sem í smá tíma. Já, í smá stund. Hann skemmtilegri þegar hann svona afslappaður í karakter. Af því það svona miklu meira performance, ekki hann bara öskraði eitthvað. Já, en ég meina að það alltaf gaman að fylgjast með hann og garga hann sko. En myndur þú segja þá að hans performance í Unbreakable væri meira svona low-key eða? Já, af því maður sér að það eitthvað í þessum manni að bíða eftir að springa. Hann svo collected allan tíman, meira þess að í endanum, en þetta svo mikil, maður bjóst alltaf við að hann væri að fara að springa og reiða á einhverju punkti, það eitthvað brjálað að fara að koma fyrir hann á mann. En loksins þegar hann hleypur öll út í endanum, þá þetta emotional ræða að hann búin að uppgöta tilgang sinn í lífun og það eitthvað sem maður býst ekki við. Þess vegna þetta svona emotional hann í endanum, því maður bara svona þetta ógeðslegt. Mér finnst líka svo töff við hana, því ég horfði hann aftur daginn, ég er búin að sjá hana miljónsinnum, en því ég vissi við alltaf að tala um hana og hvað ég að sína kæristun hana, hún aldrei síða hana. Já. Og hún vissi ekki neitt þessu mynd. Einu sem ég sagði við hana. Fór bara blind. Já. Ég sagði bara við hana að þetta fjallaði mann sem lendir í lestarslýsi, hann einu sem lifir af og hann ekki svona eitt sár á sér. Og henni varst það nóg áhugavert þess að vilja tjekka á henni. Mér finnst svo flott í lokin á þessari mynd. Og við getum alveg spoilað þessari mynd, þetta 20 ára komið. Að það eitthvað svona ákveðin deburð yfir þessu manni, búin að vera í mörg ár og hjónabandið þessi búið að liða svolítið í sundur. Og mér finnst svo flott atrið, ég var alltaf gæsóð þegar hann tekur hann upp og labba með hann upp stegan. Þegar hann búin að koma staðirinn bara hver hann Mér finnst það magna atrið. Já, ég fekk bara ég er með gæsóð líka. Nei, þetta líka því það spila svo inn í þegar þið voru á veitingastæðunum og hann sagði að hann vissi að hjónabandið þeirra var búið þegar hann fekk martröð og vakti hann ekki. En fyrsta sem hann segir við hann þegar hann lyftir hann upp í rúmið var bara, það a bad dream. Var bara svona nákvæmlega, það bara gæsóð, tár. Tónlistin líka
fullkomin. Þetta soundtrack á öðru stigi. Já, í sammálaður. Eins og þegar ég að nota hana í bíómyndinu minni, ég vissi nákvæmlega hvaða music cues ég vildi nota á hvernig punktum, en mér finnst ég vera að svindla. Af því þetta elevator efnið svo mikið. Já, þetta svo svakaleg tónlist, maður. Þú veist, eins og bara mest triumphant superhero tónlist í mér þegar hann bara með gæja í chokehold. En maður samt bara, þú veist, þetta byggir mann svo upp, bara shit. Hvernig fannst þið það í lokin þegar hann fer og eldir hann að gæja glæbmannin, psychoinn? Ég elska hversu low-key það er. Tónlistin er náttúrulega allt annan level, en mér finnst svo magnað að svona overrated-mynd í rauninni, þetta endar ekki á giant climactic battle, þetta endar bara á að einn maður bara að gera rétta hlutin, hann er ekkert að berjast við hann eitthvað, hann er að taka hann úr leik. Hann bara yfir bugan í rauninni. Já, og það að hann sleppur honum ekki, það segir bara allt sem þarf character-wise, hann neitar, sama hversu mikið hann þarf að taka á móti, hann er bara með hann í chokehold og hann sleppur ekki það til að gænir átt. Og það er líka eitt svolítið cool visuali við það er fyrst þegar hann fer inn í húsið og er að leita, þá sjá rosalega mikið af andlitin á Bruce Willis í hettunni, en eftir hann stígur upp úr sundlauginni þá sjáum við ekki andlitið hans aftur, af því þetta er ekki lengur David Dunn, það er eitthvað nýtt komið. Þetta er overhitjan. Já, það er það sem visual storytellingið í þessari mynd það er eitt af þessum Shyamalan fær ekki nóg mikið kredit fyrir, hann er rosalega góður í að segja hluti visually, eins og þegar hann hringir í Elijah og segir loksins, ég hef aldrei verið veikur, ég hef aldrei slasað mig og hann segir, farið það sem fólki og hann er svona lappandi og kameran er að elda og þetta er rosalega svona boxed in skot og svo segir hann hérna, this next part won't be like a comic book, real life isn't made for little boxes, og þá pana myndið hann út og þá tekur alvöru heimurum við og maður bara svona, fuck me. Það er ógeðslega. Hvernig fílar búningin hans? Þessar reksla, þú greinilega fílar hana, held ég. Já, það er því búningurinn hans þetta verður búningurinn hans að því ekki út af að því þetta er ofurreitilegu búningur. Ástæðan af hverju þetta verður ofurreiti búningurinn er að því þetta var það sem hann var klæddur í þegar ofurreitan fæðist. Og ég fíla bara hvernig þetta er svona, hvernig myndavælinn segir okkur það fyrirfram eins og þegar hann er hann að staðnanda á, þegar hann er að fylgjast með fótboltaæfingun og myndavælinn er í bakinu og þetta er nú þegar eins og skikkja, þetta er óþarfa löng reksla og þetta er bara, hann er bara klæddur í þess að því hann vil ekki blotna, augljóslega. En það er eitthvað svona magic í hversu einfalt þetta er. Þetta, og þannig eins og ég segi, þegar hann stendur upp úr lauginu og stígvölunar sér í rammanum og sláinn fer svona aðeins niður og býr til the boots and the cape, bara stígvöl og skikkja og þetta er bara, hvernig sá ég þetta ekki? Og jafnvel, hún virkar ennþá svalari í Glass, það er eitthvað við hvernig hún er svona máluð í myrkrinu og þegar hann er í alvörun að slást við Kevin Wendell Crumb og eitthvað, það er, ég veit ekki hvað það er við þessa reksla, en hún nær að vera töff og reksla er ekkert venjulega eitthvað töff. Nei, ég er samanlega, en hún er mjög töff í Unbreakable. Já. Það er bara eitthvað við, hún líka virkar svona, þetta er svo alvöru eitthvað, þykk og eins og svona síð og tekur svo mikið inn. Þetta er eins og jafnvel þegar ég var að horfa á sumar af upptökunum okkar fyrir Vendarinn, þá var ég bara, Christ, ég trúi ekki að reksla, hún lítur svona vel út. Þetta á að vera svo stupid. Þetta var svo ljótt og aðstæðlegt. Já, að því það er beautiful one take í endanum. Ég ætla ekki að spoila þig fyrir þig, að því þú ert bara býðis allir aðris. En beautifully choreographed one take sem er svona, það var tekið upp í one take að því það var í andaloka bardagans í Unbreakable. En, þú veist, ég var allan tíman að hugsa bara, af hverju lukkar þetta ekki stupid? Það er einhverju töfrar í svona verulega síðri og grænni reksla og þá hún er að fela andliti á mann en þú veist, ég veist aldrei að hugsa þetta svona, ég veist aldrei að hugsa þetta tvisvar, ég vissi bara stick to your guns, sko, þetta er bara, ég þurfti aldrei að efast að þetta leit kjánal út. En þá spurningi, hvar fékkst þessa reksla? Ég fekk hana... Er það lindamál? Já, ég get alveg sagt þér það, sko, en ég fekk það í herbúðinni í kólaportinu. Já, þú keyptir hana á Íslandi, þú veist ekki að panta hana þessu? Nei, ég stömblaði á hana. Ég var í kólaportinu með kærastinu minni, við förum stundum í kólaportinu þegar við förum í bæinn og hún hékk bara þarna.
Nei. Ég labbaði bara svona fram í hann og ég sá bara eitthvað svona í horninu á augunum mín og leit upp og ég bara, þarna hún. Þarna skikkjan mín. Já, keypti hann á 6.000 kall og labbaði sáttur út. En ef við förum aðeins í Split, hvernig finnst þér hún? Mér finnst hún mjög góð. Ég hef alltaf verið, ég ætla að fara að segja vendari, en það er nafnið á myndinu minni. Ég hef alltaf verið mjög mikill champion af Shyamalan. Ég veit, hann hefur átt sín ups, hann hefur átt sín veruleg downs, en alltaf þegar hann í Shyamalan mynd að koma út, þá býð ég spenntur. Ertu jafn spenntur í dag eins og kannski fyrir einhverjum árum eða? Já. Það? Af því ég náttúrulega var ekkert að spá mikið í leikstjórum og svona jafnvel þegar ég var byrjar að horfa myndir mjög mikið. Já. En ég náttúrulega, ég vissi hvaða myndir voru slæmar eftir hann, ég vissi hvaða myndir voru góðar og ég hef búin að sjá þar góðu, ég fór ekkert að kíkja þessar slæmen, en það mesta sem maður getur sagt Shyamalan hann áhugaverður og ég veit að ný mynd eftir hann, það alltaf eitthvað til að tala það það sem er spennandi við hann. Gott eða slæmt, meinar það? Já, gott eða slæmt, það var einhvers sem kommentaði eitt rosalega áhugavert á YouTube Shyamalan, og ég held að þetta sé besta komment sem ég séð Shyamalan. Það var M. Night Shyamalan used to do good movies, then he did bad movies, now he does controversial movies. Og mér fannst þetta áhugaverðasta skoðun Shyamalan sem ég hef séð, að því The Visit, hún var pínu controversial, Split, hún controversial, Glass rosalega controversial, og ég bara svona, þetta áhugaverður kafli fyrir kvikmyndagerðum mann að vera í, að byrja eftir Sixth Sense að gera hellinga nokkra góða myndir í röð, og síðan gerur bara verri og verri myndir, og síðan byrja svona að gera slightly betri myndir aftur, en það alltaf einhvern veginn half and half, það alltaf eitthvað svona, I don't know, af hverju ég að fíla þetta? En hvað heldur það sé? Því að hann byrja svakalega þessi gæi. Hann gerir henni 3 frekar solid myndir, fannst mér. Ég er mjög hrifinn af Science, veit ég hvað þú stendur þar. Hefurðu séð fyrstu 2 myndirnar áður en Sixth Sense, Praying with Anger og Wide Awake? Nei. Maður sér alveg maður sér svona litlu hlutina sem maður byrjar að gera senna. Það eru fínar, það eru eins fínar og sjálfframleiddar litla myndir af svona 20 eitthvað ára leikstjóra verða. Urðu þær eitthvað stórar? Nei, ég held að einn þeirra komst inn á Sundance sem fór síðan ekkit í wide release. Það hægt að finna þar á netinu bara. Það hann ekki fyrir en Sixth Sense kemur út að hann verður svona... Já, það sprengjan. Já, og engin smá sprenging. Þannig að hann gerir henni, þegar ég segi 3, það ekki að tala það, Sixth Sense, Unbreakable og Science. Já. Svo þetta svolítið niður. Já. Ekki þú fílir Village. Sko, þetta eitthvað sem heitir, ég man ekki hvað þetta heitir. Þetta heitir eitthvað heuristic. Þetta ég las þetta kemur fyrir marga sem eru í creative field, en þetta þegar þú leggur hjartað og ástríðu í eitthvað og það heppnast vel, þá heldur áfram að gera hluti vel. En þegar þú leggur jafn mikið passion í eitthvað og það heppnast ekki, það klikkar, þá ert alltaf með það neikvæða mindset að þú heldur áfram að gera þú heldur áfram að gera slæma hluti á upprunalega skalanum og þú varst að gera góða hluti. Vá, það skrítið pæli í þannig. Já, þetta Shane Black talaði einhvern tímann þetta, að því þegar hann skrifar handrit, hann leggur eins mikið passion og hann getur í það, en eftir The Long Kiss Goodnight kom 1996, hann skrifar ekki aðra mynd fyrir en 2005. En var hann ekki líka, hann var alltaf full í dópi? Já, en hann sagði bara í mörg ár, þá bara fann hann ekki fyrir því að hann gæti skrifa það því að hann búin að feila svo oft. Og hann sagði að þetta var þessi áhrif að því að hann var búin að leggja ómikið passion í eitthvað sem var bara disastrous og hann var alltaf hræddur sama hlut. En þú sér mann eins og Shyamalan, hann lagði svo mikla ástríðu í Sixth Sense, hann skrifaði það 110 sinnum. Og Unbreakable uppáhaldsmyndir hans að eigin sögn. Og Science sömuleiðis, en síðan hann ætlaði það var svo mikið ambitious hlutur sem hann ætlaði að gera með The Village, en svo klikkar það. Og hann reynar að halda áfram og síðan kemur Lady in the Water og hún lestaslis. Já, mér finnst hún alveg hræðileg, sko. Og hann heldur áfram að, fólk hefur sagt að það var aldrei verið erfitt að vinna með hann ennþá að leggja einhver ástríðu, en hann að leggja ástríðu í það þegar hann að gera myndir slæmar og stundum spyr sjálfum sig hvað fékk hann til að gera þetta, eins og þú sér mynd eins og The Happening og þú skilur ekki hvað leikstjórnin, hvað verið að segja þessum leikurum að gera, en það hlýtur að vera að segja þeim eitthvað því það hagar sér engin svona
náttúrulega. Nei, það sem ég er bara áherslu við hann að gæja, því að hann kemur þessar myndir og það er allir bara, þú ert geggjar, þú ert ógeðslega færi leikstjóri, þú ert æðislur, allt sem gerir geggja. Næsti Spielberg, sögðu sumir. Nákvæmlega. Þannig að maður spyr sig, verður þetta ekki stundum bara mönnum að falla? Þeir fara að hugsa bara, don't believe your own hype. Maður spyr sig. Já, Shyamalan hætti loksins að kaupinu sitt eigið hype eftir að hann byrjaði bara að nota sin eigin pening. Hann hætti að láta fólk borga fyrir sína eigin myndir. En það er töluvert seinna, það ekki? Jú, það er eftir After Earth, myndin sem skemmtan. Ég sá hann ekki, var hún góð það? Nei. En það er meira sko rúmort að hann er bara nafn, hann leikstýrir ekkert sjálfur. Hver gerir það? Það er tala um það Will Smith leikstýrinni. Aha! Já, því þetta er mynd faður og son í geimnum og þetta er og þetta eru feðgar alveg. Will og Jaden Smith og bara... Er hún hræðileg? Er það vestamyndin hans? Já. Er það? Að því hún er ekki eins og The Happening og Lady in the Water að þú getur hleyjað hversu slændi. Hún er það versta sem bíómynd getur verið. Hún er boring. Bara leiðinleg. Já, hún er bara leiðileg. Maður er bara, ég geti þetta ekki. En svo átt hann svona smá comeback, var það ekki þegar Visit kom út? Því hún var alveg fín. Jú, hann gerði hann bara under the radar, bara framleiti hann sjálfur með eigin pening, fekk bara eitthvað fólk, einhver unknowns, tók hann bara upp sjálfur. Hvernig fannst þér hún? Já, hún er rosalega skemmtileg. Hún komar alveg óvart, sko. Hún er líka svona, húmorun í hennu mjög spes, þetta er svona dark húmor. Já. En síðan kemur myndin eins og Split, Blumhouse Production. Þar er hann semja framlega sinni eigin myndir ennþá, en ég menna fær smá pening frá Blumhouse. En kosta lítið samt, ekki tímyndum er. Það er Blumhouse framlegslan. Já, þeir setja ekki það mikið pening í þetta. Nei, en mér finnst það sniðugt, ekki... Mér líka. Mér finnst það sniðugt af því þegar þú ert á litlum budget þá þarf það að vera ennþá meira kreatív. Já, í sammála. Það þarf það að fara í kringum CGI og allt þannig. Og líka myndir þurfi ekki alltaf að kosta $200 million til þess að séu góðar. Nei. Það er ekkit sama sem ekki þar á milli. Líka Unbreakable kostaði meira en Split og Glass til samans. Einmitt, nákvæmlega. En ok, hann gerir Split og þú sér hana, fórstu hann í bíó? Ég náði ekki, því miður. En þegar mér langar að sjá mynd í bíó en ég næði ekki að sjá hana, þá fel ég mig frá hana á netinu. Já, þannig að þegar þú sér Split, þá ert ekkert búin að heyra neina spoiler eða neitt. Nei, af því ég reyna að grafa móni eins langa hól og ég get þegar mér langar að sjá bíómynd, þegar ég býð spenntur. Þú ert bara að horfa feskur? Já, bara internetið er ekki til. Horfur á trailera? Já og nei, ég veit að það er mjög skrítið svar. Ég held ég út í hvað við. Þetta er svona, stundum er það bara teaserinn. Stundum, en ef þetta er svona, ok, ég þarf að vita aðeins meira. Eins og ég sá trailerin fyrir alla Star Wars myndunar. Og líka Glass, ég horfði ekki á þriðja trailerin fyrir Glass, ég horfði á fyrstu 2. Það er líka nóg. Já, þetta er svona, ég er búin að... En trailerar geta verið hættulegir að því trailerar geta látið þið búa til þína ein mynd í hausnum á þér. Sem er rosalega áhugavert. Maður sé trailer og þú bara svona, ok, ég held ég viti hvernig þetta fari. Já. Og séðan allt í einu er þetta hitt. Eitthvað allt annað, þá kannski þú fer kannski smá sjokk. Þess vegna finnst mér eins og maður þarf alltaf að horfa á mynd tvisvar áður maður býr til rökrétta skoðun. Að því stundum, maður sé kannski einhverja mynd og maður er bara svona, hann er alltaf í lagi. Svo sér hann aftur og þú bara, wow, þetta er bara masterpiece. Já, ég held að það séu ákveðna myndir sem maður þarf að sjá tvisvar, sérstaklega ef þetta er mynd sem þú hæpaður og ert upp fyrir sjálfum þér. Þá þarf það að horfa á hana tvisvar. Þú þarf að horfa á hana í fyrsta skipti, gá hvort hún mætir því sem þú varst að búast við. Ef ekki, þá ertu að horfa á hann aftur og fara inn í, núna þarf ég að sjá myndina fyrir það sem hún er, ekki það sem ég hélt á hún yrði. Nei, ég er alveg 100% sammálaður. Ok, Split, þú fílaði hana. Þið fannst bara virkilega góð mynd. Hvernig fílaðu James McAvoy sem leikara? Ég hef verið aðdáðandi hans síðan ég sá X-Men First Class í bíó, sem er eitt af mínum uppáhaldsmyndum líka. Hún er dröldu góð. Besta X-Men myndin. Finnst þú hún betri en Days of Future Past? Já. Mér finnst hún miklu betri sem standalone, mér finnst leikstjórnin betri, það er mjög mikið hjarta í Days of Future Past, en First Class finnst mér bara að því Days of Future Past átti í raunin að vera þriðja myndin í þríleik. Það átti að vera önnur mynd eftir First Class. Þriðja var hæðileg. Já, sko, First Class átti að vera fyrsta í þríleik, síðan átti að koma ein önnur með þessu fólki og þriðja myndin átti að vera Days of Future Past. Átti að samina þá gamla krúið og nýja. En stúdíó var frekt og Matthew Vaughn sem sáum First Class steig frá að því hann bara, nei, sorry, þið með eiga Days of Future Past handriðum mitt en ég ætla ekki að sjá um þetta að þið ætla að vera svona gráðug. Og þá fenguðu hérna Bryan Singer og
Simon Kinberg og Kinberg rétt svo endur skrifaði handritið og ég skil ekki hvernig Kinberg fær ennþá jobb. Hvernig er þetta nýja X-Men, Dark Phoenix? Ekki, nei. Hræðileg. Versta X-Men myndin, það verða bara verri og verri. Þetta hérna... Hún versta í sammálaðar. Simon Kinberg maður sem skrifaði upprunalega X-Men 3. Og sumir segja, hann skrifaði Days of Future Past. Nei, Matthew Vaughn skrifaði Days of Future Past. Kinberg var fenginn til að bæta inn Quicksilver og taka út Juggernaut og hann fær screenplay credit. Þetta var svolítið barnað hans Matthew Vaughn. Já, af því hann var búinn að plana 3-leik. Þannig að hann alveg með nokkur handrið klár. En hérna, sem sagt með Kinberg, hann skrifar upprunalegu hérna X3, hann skrifar X-Men Apocalypse, hann skrifar Fantastic Four remakeið. Það þú veistu það, mér finnst það hræðileg mynd, sko. Já, og hann leikstýrði þessum reshoots. Og það er telling að því maðurinn hafði ekki leikstýrt einum hlut. Og síðan skrifar hann og leikstýrði Dark Phoenix og ég satt á þessari mynd í utter disbelief. Ég trúði ekki hvað ég var að horfa á. Hún alveg ömuleg, sko. Já, líka hún á að gerast í the 90s, First Class gerist the 60s. Magneto og Xavier, þeir eiga að vera 70 í þessari mynd. En samt þetta með sömu leikara, Fassbender og Michael. Hætti þessu gimmick að hoppa 10 ár áfram, þetta er ekki fyndið lengur. Nei, mér varst eitt svolítið töff í First Class sem ég vil svo meira af og það þegar Magneto að elta nasistana. Já. Mér varst það geðveikt. Það var tekið úr concept pitchi fyrir X-Men, þegar X-Men Origins átti að verða hlutur. X-Men Origins. Hún var svo hræðileg Wolverine-myndin. Fyrri helmingurinn góður. Ég maintaina því. Aha. Fyrri helmingurinn á myndinni solid. Seinni helmingurinn garbage. Ég var bara í sáni bíó með það hræðileg mynd. Já, opening credit sequence samt rosalega góð. Tónlistin í þessari mynd góð. Liev Schreiber sem Sabretooth það þetta geggjað. Æðislegur. Það geggjað. Hann what's his face? Hvað heitir hann sem leik Gambit? Hann var í hann var í John Carter myndinni. Já, hann heitir, við erum ekki að fara fyrir föttunamna hans. Hann heitir Taylor Kitsch. Taylor Kitsch, thank you. Þetta hefði gert við minn brjálaðan, að því hann man alltaf hvað hann heitir. Hann góður sem Gambit. Fyrri helmingurinn á myndinu góð, fyrir þannig þessar CGI klær eru ógeðslegt. Hræðilegt. Það er erfitt að horfa á þetta. Hræðilegt. Þetta bara svona, þetta lukkar eins og þetta sé prentað og sett á fötuna á hann. Þetta eins og þetta prentað. Það var svo peninguna að klárast. Einmitt. Fyrri helmingurinn fín. Ég maintaina það alltaf. Þannig að ef ég horfa á X-Men Origins einhvern tímann þá vanlega horfa ég bara á fyrri helmingurinn og segja myndin búin. Það gott chemistry á milli Liev Schreiber og Hugh Jackman. Já, hann hefði átt að vera í Logan. 100% sammálaðir þar. Veistu hvað hann hefði átt að vera? Í staðan fyrir klónin? 100%. Veistu af hverju samt? Það make sense. Já. Og líka verið miklu skemmtilega. Það líka verið payoff. Fyrir Origins eða? Já. Af því þegar quote-unquote Deadpool hann ætlar að skera hann hálsinn en hann, Liev Schreiber kýlar hann frá honum og Logan dettur og Schreiber grípur hann og hann segir nobody kills you but me. Nei, já, hann segir það í myndinni, ég á búin að gleyma það. Þannig að ef hann hefði verið í Logan, payoff. Ég bara skil ekki hverju gerði það ekki. Nei, ekki heldur. Að þetta klóndæmi, ég var ekki að fíla það. Já, nei, ég skil hvert þeir voru að fara, þeir voru augljóslega að fara með svona hefði Wolverine verið hefði hann ekki fundið Xavier og fólkið, þetta er the untapped potential af brjáluðum Wolverine en þetta sló mig svo úr myndinni, þetta bara, þetta gjörsamlega tók mig út. Hefði þetta verið Sabretooth þá hefði ég verið bara, oh fuck. Það hefði verið töff. Af því mér finnst Logan, það var allar piss í sigurinn ég er ekki alveg þar. Mér finnst svona 70% aðeins gott, mér finnst 30% ekki gott. Já, ég held ég skilur hvað mér finnst hún mjög góð, mér finnst eins og Hugh Jackman hefði mátt vera tilnæmdur fyrir hana. Hann er rosalegur í þessari mynd. Það er bara vannmyndi leikar yfir höfuð. Já, hann er einn af uppáhaldsleikarum mínum, bara eins og það er svo mikið ég elska hversu blíður þessi maður getur verið með hversu ógeðis intense hann getur verið eins og í Prisoners. Ég horfði mitt aftur á hann daginn. Það er vangi við óþægileg bíómynd. Ég elska það að Denis Villeneuve, sem leikstýrinn, hann getur tekið venjuleg koncept og sett svona hryllingselement í þau. Já.
Hún er meira brútar en með myndi. Hún er alveg frekar gróf, svo mynd. Make-upið á honum hann þegar hann er hérna, ég veist að horfa frá, ég bara... Bara, veist, og efnið sjálft í þessari mynd, þetta er fullorðsmynd. Já. 100%. Rosalega fokki bíómynd, hún er ekki fyrir alla, hún er mjög löng, uppáhaldssinn með tókarfyrir minn er að taka hann upp, hann Roger Deakins. Já. En það lúkkar hún svakalega þessi mynd. Hann fekk loksins Óskarinn sinn fyrir Blade Runner. Já, hún líka lúkkar svakalega svo mynd. Beautiful. Og hann vann, ég trúði aldrei að dagurinn sem ég myndi segja að einhver annar hefði átt að vinna, en hann tók upp 1917. Ég man ekki hver á tilnæmdur líka það var, en mér fannst eins og einhverjar, það er cool að mynd er tekin upp í einni tökku, eða það sem á lukk eins og eintaka. En þegar það er ekki gott service í bíómyndina, mér fannst 1917 ekki góð. Það er mjög controversial opinion, en það er að því hún er látin lítið út eins og eitt skot að því við erum að fylgjast með hvernig upplöfunum var fyrir þessa tvo menn, en oh my god, hvað þetta voru boring karakteramæður og ég þurfti að vera með þeim í gegnum alla myndina. Sammála, mér varst lengi bara ekki vera einhverjir karakterar. Nei, það var verið að pana yfir, hérna eru þeir að hitta Colin Firth og Benedict Cumberbatch og hellinga þessum A-listers og ég bara svona, af hverju erum við ekki hjá þeim allan tíman? Já, ég er sammála, mér varst hún alveg svakalega ómetin, en flott mynd samt. Hún er flott, en þótt að það er flott, það er það ekki gott. Ég er alveg sammálaður, 100% sammálaður. En ok, Split kemur út, þú fílar hana. Já. Svo kemur í ljós. Þetta er spoiler fyrir Split. Passið ykkur núna. Já, ekki þvílíkur spoiler. Við setjum bara svona timestamp einhvers staðar. Bara spoiler alert. Já. Það kemur í ljós að Split tengist á Unbreakable. Hvernig varst að fíla það? Ég lagði það saman þegar ég heyrði tónlistina. Já, ég líka. Ég fatt að það stefi kemur. Já, ég hélt fyrst að þetta væri Shyamalan að endurnota tónlist, bara svona í smá stund, að því sumir leikstjórar að gera eins og Matthew Vaughn notaði part af First Class soundtrackinu í Kingsman 2. En hérna bara þegar þessi eina lína kom, þegar hann var að tala um hann að klikkaði gæðin í hjólastölnum og ég bara svona, nei, haltu kjafti og síðan bara poppar Bruce Willis hann upp, Mr. Glass og ég bara hjarta mitt stoppaði, ég trúi þess ekki, eins lítið á þessi sena er, ég trúi ekki að við erum að sjá David Dunn og heyra þessa tónlist í annari bíómynd. Já. Og í rauninni, það hefur verið nóg skemmtilegt. Ég er sammála, ég er bara mann því sá þetta, að ég hef ekki hugmynd um þetta. Já. Svo þegar stefi byrjar, ég þekkti það og ég hugsaði með mér, já, ok, cool, þetta kannski gerst í sama heimi og Unbreakable. En þegar maður sér Bruce Willis og hann talar Mr. Glass í rauninni, þá er ég bara, ég stöknast ég bara upp. Já, þetta er... Ég horfði hann einn heima og ég hringdi alla, bara, er þið búin að sjá þessa mynd? Já, að því raunveruleikin hjá manni breytist bara. Já, algjörlega. Ég trúi þess ekki. Alveg. Og það skemmtilega er, þetta er ekki einu svona, þetta er twist og ekki twist, að því myndin er búin. Já. Þetta er svona smá auka fyrir... Þetta er smá bónus. Þetta er bónus fyrir fólkið sem fylgir Shyamalan. Já, þetta er ekki fyrir Unbreakable aðdáendur. En svo ákveður hann að gera Glass, sem er svona framhaldsmynd af þeim báðum. Já. Hvernig fannst þér hún? Ég var ekki hrifinn af henni þegar ég sá hana fyrst, en ég kenni sjálfum mér Ok. Trailerarnir, ég sá bara aðra mynd fyrir mér og ég var búin að hæpa þetta mikið fyrir sjálfum mér. Mér langaði að sjá eitthvað annað, en svo horfði ég á hann aftur og ég er búin að sjá hann örugglega alveg 10 sinnum síðan. Það? Já, ég þurfti náttúrulega að gera heimauðanuna mína fyrir mína mynd. Fyrir þína mynd. En ég er hérna, orðið segir að leita ég ber virðingu fyrir þessar mynd, ég respekta hana. Ef ég myndi segja við, mér finnst hún bara ekki góð þessu mynd. Og þér finnst hún væntanlega góð, eða áhugaverð. Hvernig myndir þú rökstu það? Af hverju finnst hún góð? Heimurinn sem hún býr til er áhugaverður og að hún er að fylgja sér megin reglum ef maður virkilega skoðar það sem Unbreakable var að stilla upp. Það eru litli hlutir eins og smá dialógi á Unbreakable kemur tilbaka sem stór spilun en hérna þetta er náttúrulega ekki þetta er smá kommentari á hvernig nútíma ofurreitumyndir eru orðnar í staðan fyrir en það sem gæti í alvörunni gerst. En ástæðan af hverju mér finnst hún góð er bara performances. Það er gaman að sjá Bruce Willis leika aðeins. Hvað hann er góður sem er? Hann er ekki jafn góður hann var í Unbreakable en það er
smá performance þarna. Það eru nokkuð moment sem ég sé bara svona ok, hann David Dunn mættur áttur. Mér fannst það svo ekki gennum alla myndina sko. Mér fannst það. Ég veit ekki, það kannski að ég hef séð myndina það sem Bruce Willis verstur og svo sé ég hann þarna og ég bara svona, ok, það er smá þarna. Ok, maður þakklátur hvert einasta. Já, þetta eins og bara þegar hann þarna í HQ-unu þarna með syni sínum og svona brosir aðeins til hann og hlæra aðeins með honum og þegar hann þarna einn inn í klefanum og er svona contemplata hvað hann í alvörunni hvað hann í alvörunni að gera og þar eru genuine Bruce Willis moments. Það er þetta litla magic sem hann getur stundu sett. Það glittar smá í sjarman. Já. En annars sé ég hvað ég myndi skilja að fólk segir að þeim fannst Bruce Willis ekki góður í þessu mynd og ef fólki finnst þessu mynd ekki góð, ég gjörsamlega skilja það, en ég ber svo mikla virðingu fyrir þessu mynd að því það tekur eistu að gera þetta. Að því maður býst við venjulegri svona ofurðumöndum og byggt á trailunum þá held ég, ok, þetta verður svona manhunt, þetta David Dunn að elta þau býst í gegnum myndinu og það verður eitthvað svona mystery og Mr. Glass allt hérna bak við tjöldin á stýrónum. En mér langaði þá mynd. Já, það langaði öllum í þá mynd, en Shyamalan sagði en býta aðeins. Ég ætla að gera leiðilega mynd í staðinn. Já, ég veit ekki, það eru boring partar í þessar mynd, en mér eins og sé, ég ber meiri virðingu fyrir ákvörðum Shyamalan fyrir þessu að þóra þessu, að því þetta er ekki einhver annar að fá leyfi að gera framhald af Unbreakable og fucking upp. Þetta er maðurinn sjálfur og hann segir svona á þetta að vera og það er algjörlega hans réttur. Já. En ég fæ samt ákvað það hvort ég vilja fara með hann mér sem ferði ekki, skilja. Já, sem ekki sannlega rétt, eins og ég mun aldrei skilja okkur fólk þarf að rífast yfir svona hlutum. Eins og þú segir mig að þér finnst hún léleg og mér finnst hún góð. Sem er gaman. Já, en ég ætla ekki að reyna að sannfæra þig að breyta skoðuninu að því þér finnst hún léleg. Eina sem ég get gert að segja okkur mér finnst hún góð. Já, en það sem er svo gaman, sérstaklega á podcast, ég er að fara alls konar fólkinga. Já. Mér er svo ógeðslega gaman að við sem ekki saman um þessu mynd. Af því ég er ekkert að reyna að sannfæra þig hún sem léleg. En mér er gaman að heyra hvað sást þú, skilur. Já. Ef við förum varðandi story-wise og eitthvað svona, mér finnst bara áhugavert áttirna sem þessi mynd fór og það eru payoffs úr Unbreakable, jafnvel úr Split, en ég held að það kom líka bara engum ávart þannig að Lestar Sliss dæmið ég er ránkvæmt á auðvun sko. Fannst það töff? Ég bara, þegar ég fatt að Split gerðist í Unbreakable þá laði ég það strax saman. Já, ég skilji. Ég fatt að það strax að því Kevin fer á lestarteinuna þannig í Split. Ég ok. En þau spiluðu það sadly sem twist. Eins og þetta átt að vera eitthvað twist í staðin fyrir að þetta lága þarna bara. McAvoy er æðislegur í henni. Sammála því, mér fannst hann eini leikar sem kom virkilega til þess að leika sko. Hann setur mikið púður í þessu mynd. Já. Mér veist það. En það sem böggaði mig, að ég get komað aðeins að því, já. Mér veist byrja þokkalega. Ég var bara ok. Fyrstu 20 minnar flawless. Ég er nefnilega, að ég sá hann í bíó, mér veist ekki góð. Já. Og ég hugsaði mig, að ég vissi ég var að hitta þig, ég hugsaði mig, ég ætla að horfa hann aftur. Ég þarf að gefa hann annars séns. Og ég var nýbúin að horfa á Unbreakable og Split aftur. Svo horfði ég á hana í gær. Já. Og mér veist byrja þokkalega og ég hugsaði mér, býtu, er með að misminna, það er alveg lélega þessi mynd. Já. En leið og þeir eru teknik og þeir eru sett hann geðgræðileg, þá finnst mér myndi bara deyja, sko. Já. Og hún bara, mér finnst það svona að það tekið þessa karaktera, hann með áhuga karaktera, og mér finnst það bara ekki veit hvað hann ætla að gera við þá. Já, ég held að, þetta er eitt af þessum skiptum þar sem þeir hefðu mátt gefa honum meiri penning. Að mér fannst að því, hún virkar eins og hún sé gerð fyrir minni penning en hún er gerð fyrir að því Bruce Willis og Sam Jackson eru dýrir menn. Einmitt. Og þetta þarf að gerast í svona confinement. Og þessi red herring með bygginguna þarna því Osaka Tower það þarf ekki að gera þetta. Nei. Af því þeir eru aldrei að fara á þessa byggingu. Nei. Ég hefði bara miklu meira fíla að hefði fengið svona manhunt. Ég líka, því ég alveg til í bara þannig spennumynd, því það hefði strax verið öðruvísi fyrir með Unbreakable og Split. Já, þetta var eina skiptið sem Shyamalan þurfti að gera straight forward bíómynd. Já, einmitt. Hann þurfti bara að gera einfalda bíómynd þarna fyrir okkur. Já, góða spennumynd bara. Já, en ég kann bara meta það að hann hélt sig við það sem hann hélt að væri rétt. Ég verið það reynda líka. Þetta er hans saga, bara flott mál.
Já, mér finnst bara skrítið svona, hann tekur alltaf einhverjum ákveðin influencer þegar hann að gera bíómynd og hann sagði eitt af þessum, fyrir þessum var Cuckoo's Nest, One Flew Over the Cuckoo's Nest og þá sé ég strax hvaðan allt að koma. Já, ég fatta þá pælingu en mér var svo mynd mjög skemmtileg og mér fannst þarna bara einhvern veginn, mér fannst ekkert svakalega gaman að horfa á þetta. Mér fannst svo lítið, mér fannst það ekkert vera að gerast. Já, það mér fannst bara eins og, mér leið pínu eins og þegar ég sástu Hunger Games myndunar. Já. Að ég fíla fyrstu 2 mjög vel, svo gera 3 og 4. Þeir splittir henni í 3. myndinni í 2 myndir. Já. Þannig í 3. myndinni, þá finnst mér karakter bara hlaupi hringi. Já. Þeir get ekki farið áfram að það er koma 4. mynd. Já. Og mér fannst, skilur hvað við, og mér fannst ég finna svolítið fyrir því þarna. Ég er bara svona, jæja strákar, ég var að fara að gera eitthvað. Einmitt. Þannig að mér finnst rosalega gaman samt, mér fannst Glass miklu betri þegar ég tók marathonum með bróðum mínum, við horfðum bara á þér back to back to back, bara Unbreakable, Split og Glass og ég byrjaði að sjá hluti sem Shyamalan var búin að stilla upp. Eins og þegar hann talaði um að hann druknaði næstu þegar hann var krakki. Og Bruce Willis í Unbreakable segir heroes don't die like that, normal people do og ég bara svona, svo þegar ég sé þetta í Glass ég bara svona, ok en já, það er svolítið synd sko hvernig hún endar, en ég fíla að skilaboðin í myndinni er ekki hræddur við að vera það sem þú átt að vera, lefðu potentialin þinn að koma út en versta er svona fórnin sem hann þurfti að færa til að hann þurfti ekki að gera, en fórnin sem hann ákvaði að gera til að senda okkur þessi skilaboð. En svo er líka annað sem buggaði mig, því við erum að fara að spoila alveg Glass, okkur er ekki búið að fatta það. Það sem buggaði mig líka er að myndin er eyða svo mjög tíma í það að reyna að samfara þá og okkur að þeir séu bara vennilegir, þetta er bara ímyndun. En ég veit alveg, þetta er ekki ímyndun. Já. Þannig að þá finnst mér þetta ekkert spennandi. Já. Skilur hvað við? Af hverju eyða tími það? Það er eiginlega bara fyrir karakterina sem getur náttúrulega verið góða hlutur og slæmi hlutur. En svo eins og það líka, þeir vita alveg sjálfur. Bruce Willis veit alveg munin hvort hann sé eitthvað mentalist eða hvort það sé alveg eitthvað. Ég held að gallinn sé að hugmyndin og hugmyndafræðin á bakvið þetta er sniðug en hún er executed vittlust. Já. Af því það er alveg hægt að reyna, það er kannski hægt að reyna að sannfæra það en ekki eða svona miklu tíma eða bara fattaðu þetta fólk kaupir þetta ekki. Nei, nákvæmlega. Og mér fannst það eins og, ekki, þú ert að reyna að plata með eitthvað. Ég veit að David Dunn er ekki mennlur. Já, ekki refsa mér fyrir að horfa á myndina þennar. Já, nákvæmlega, góður punktur. En hvernig varst að fíla hvernig hún endar? Þeir eru bara drepnir. Já, ég var shocked. Ég var bara pirrað. Þetta er að segja controversial, ég var sjokkeraður þegar ég sá þetta, ég bara, þetta er erfitt að horfa á. Og ég fór pirraður út í bíóinu, en ég var ekki í góðum sal. Ég var í sal með úlingum sem klálega nefndi ekki að vera þarna, því þau voru í símanum með ljósin í gangi og á Snapchat með hljóðin og flass og í leikjum. Það er hræðilegt. Ekki fara í bíó og ætlar ekki að horfa myndina. Nákvæmlega. Og þegar myndin var búin, ég fór á hundskammaði það. Já, brjálaður. Því þetta var mynd sem ég hlakkaði til að sjá. Sýndu smá virðingu. Því það er fólk annað sem langar að sjá þetta bíómynd. Ég líka, hefur alltaf verið mér, þó ég sé á okkur mynd, eins og Glass, ég var fyrir miklu vonbrigðum og ég labbaði út í bíónu og var bara svona pínu pirraður. Ég læt ekki bitna á áhörundum. Nei. Sem er með mér í salnum. Ég er ekki öskrandi eða bölvandi eða drullifurinn eða í símanum eða ég þoli ekki svona. Nei, ég bara, eins og ég sagði, ég húðskammaði sko bara, þið voruð ekki ein í þessum sal. Nei, svo mikil vanvirðing. Já, bara og fyrir ekki, þetta er svona og er ég að trufla skemmtununa þeina? Sorry, ég veist ekki að þú og félagin er kominga fyrir partí, það er bara Já, nákvæmlega, þú veist að koma í bíó sem horfa bíómynd ekki til að hanga með vininum, ekki til að hanga í símanum það er bara út og ætlar að gera það Þannig að þú horfir hana, þú lappar út bíónu svona eitthvað smá sjokkeraður, perraður Hvað sagði þetta eftir hjá þér, eftir þessum mynd? Eitthvað jákvætt Ég var þakkláttur að þótt að mér fannst hún ekki góð fyrstur í sáni og þakkláttur á net til bara því maður held að svona mynd aldrei koma út og ég var þakkláttur fyrir fyrstu 20 minútur Já, mér var skaðan þessi strákin hans og þeir eru búin að stafna eitthvað fyrirtæki og ég fílaði það alveg Já, það er skemmtilegt að horfa á fyrstu líka bara þegar hann er að lappa Philly með bakpokan og er að bömpa í fólk og er svona að reyna að skinja eitthvað og ég bara svona, þarna var þetta En mér finnst það svo pirrandi því ég elska David Dunn mér þykir svo vænt hennar karakter Æðislegur karakter Þannig að
hans saga í Glass og hvernig þetta endar, hann drepinn einhverju drullupolli þú veist, ég var bara come on, það þú ert bara fuck í mér, sko, þú ert að eyðileggja hana karakter. Ég sé það samt sem sko að sadly hefur tilgangur David Dunn alltaf að vera þessi brúða fyrir Glass, að ég menna hann áttar sig á því hver hann í gegnum þennan, þetta svona puppet master dæmi. Ég held í rauninni bara Shyamalan þótti meira vætna Mr. Glass en hann gerði David Dunn. Já, örugglega. Það kannski að því hann fór aftur í upprunalega handritið á Unbreakable áður en hann fór að skrifa þessu og ég held að hann þótti bara miklu vætna Elijah Price sem karakter og klárlega Kevin Wendell Crumb að því þeirri mynd gekk svo rosalega vel. Já. Hann hélt örugglega því miður að fólk væri komið til að sjá meira af McAvoy en fyrir fólki sem hann búin að bíða eftir að sjá David Dunn aftur. Svo líka að það leið svo langur tíma á milli á Unbreakable og Split og líka Glass, þetta eru 19 ár. Það mjög margir sem bara voru ekki búin að sjá Unbreakable þegar þeir sá Split. Þeir var bara hvað Bruce Willis að gera það? Föttu það ekki eins og skilur, föttu ekki þessa tengingu. En mér fannst einhvern veginn fyrir þessa aðdáendur og ég ekkert að segja, ég þurfa alltaf að hafa eitthvað svona fanservice. Nei. En ég var illa svikinn maður. Eins og ég segi, þetta var erfitt að horfa á, að því maður bara svona, ég get ekki horta á þetta maður. Og ég bara, þetta svo magnaði karakter í fyrstu myndinni. Ég bara, endar þetta svona? Já, ég skil alveg hvað þetta koma. Ég sjálfur alveg á þeim punkt að ég ekki hrifinn af hvert þetta fer, sko. Nei. En ég sé þetta alltaf bara sem að þetta planið hans Glass, að því það það sem þetta búið að vera að leiða að, hann búin að vera með David hann búin að vera með heiminn eins og einhverja strengjabrúð fyrir sjálfan sig til að opna mögulega fyrir alla hérna. Og svo ég líka ég með mitt eigi headcanon að David Dunn dó ekki. Já, að því ég getur ökstutta. Hvernig það? Já, til að byrja með það engin jarðaför. Nei. En líka það að það established í Unbreakable að hann í rauninni drukknaði í smá stund og var síðan spítalalaður og var alveg bara comatose í aðeins og langan tíma fyrir venjulegan mann. Þannig að ég einhvern veginn sé það sem hvað hann bara aftur incapacitated. Þannig haustum að þér, þá dó hann ekki í Glass? Já, ég veit að maður á ekki alltaf að þurfa að búa til sitt eigi headcanon en þetta var bara eitthvað sem ég fattaði þegar ég var að horfa á Glass og ég já, í Unbreakable þá var hann í dái einhver tíma eftir að drukknaði hann fyrst. Já, ég skil. Ég ætla að stela þessu. Ég ætla að hugsa það líka svona. Hann hefði liðað þetta. Þannig sé þetta líka, gamall kall. Þetta bara 60 maður. Hvernig var þetta að fíla þetta Secret Society dæmi? Í lokin. Það var líka stilt upp í Unbreakable. Hvað er þetta? Þegar hann var að tala manstu hann hringir í hann og segir að allar ofurdur einhvern veikleika. Hann sagði, ég var að lesa eitthvað, hann sagði hann var að lesa teiknumyndir sem Secret Society sem reynar að incapacitata villains og ofurdur með að finna veikleika þeirra. Og ég ok, þarna tekur hann þetta yfir í Glass. Ég vildi óska að það hefði verið byggt upp meira eða bara sleppa því. Að því það var lína í trailernum fyrir Glass sem var síðan klippt út og það var lítið hint. Það var þetta David Dunn segir við hana Sarah Paulson, heitir hann það ekki, Sarah Paulson? Jú, leikkonan. Jú. Hann segir so you're not gonna shake my hand and let me walk out of here og hún kemur. Og ég þarna var hintið. Að því ef David Dunn komið við hana? Já. Ég skilji. Að því þá payoff setna hann að take my hand og hann sér þetta en I don't know. Mér finnst það kjánulegt. Já, þetta kjánulegt sko, eins og mér finnst jafnvel gaman að tala neikvætt bíómyndir sem ég hef gaman af því engin mynd fullkomin á þessu myndir fullkomin. En þess að segja, ég ber meiri virðingu fyrir hana en mér finnst hún góð. Ég ekki að fara að segja hún sem masterpiece eða neitt, en fyrir mér hún alveg 6-7 af 10 sko. Já, þér finnst þú að fengja allan svona nóg eitthvað úr henni. Já, eins og ég segi, ef myndin hefði bara verið þessar fyrstu 20 myndur I would have been a happy man. Já, ég var svo glaður þegar ég sá hann í bíó. Ég var bara, yes, þetta byrjað þokkalega. Hann var búin að stela þessum klappstýrum hann og ég var bara, ok, ég til í þetta. David Dunn eldan, sonur hans hjálpa honum. Svo liður á myndina og mér varst bara ekki skemmtilega. Svo í lokin, þá kemur þetta Secret Society dæmi og það svo hræðilt allir á veitingstanum. Hvað, það hittst á einhverjum veitingstað,
býð eftir eitthvað fari, þá er svona eitthvað, nú getum við talað saman. Já, ég held að þetta sé bara budgetin. Honestly. Að þú sér myndir svo Split og hún gerist ekki mikið af stöðum sjálf. Nei, hún er góð. Já, hún er góð, en það því að þetta er ennþá handrit sem Shyamalan á búin að sitja á. Að því hann var alltaf búin að plana Unbreakable 3-leik þegar hann gaf Unbreakable fyrst út og Kevin Wendell Crumb, þetta er svona the hints of early Shyamalan en Glass er nýji Shyamalan sem við erum með núna og ég held að þetta sé bara að læsa sig inn í einhvern eitt stað þegar þú ert með karakter sem vill myrða og éta fólk og þú ert með gæði sem er eiginlega í rauninu ofurhetja og ég held að einhvern veginn bara dattur mikið í hug að losa sig við Glass eða losa Glass úr Asylumin einhvern veginn. Þannig ég held að hann sagði hvernig kem ég þeim öllum saman og hann fekk röngu hugmyndina fyrst. Ég er bara held að eins og með það, góð punktur, þú segir að þetta sé svona gamli Shyamalan, Kevin Wendell Crumb sérstaklega þannig karakter. Því það átti upprunalega að vera appisnugulum maðurinn í Unbreakable. Einmitt, hann átti raunar partur á Unbreakable, ég var búin að lesa það. Og þú sagði líka, hann sata þess á Split og greiðlega búin að gerjast í haustum honum í einhver tíma og guðum auðvitað hvað hann er búin að endurskráft handrita þeirri mynd. Split. Mér leið bara eins og hann hefði þurft að taka sér lengri tíma fyrir Glass. Já, hann hefði alveg mátt gera aðra mynd á milli. Já. Og leyfa Glass að brugga. Já, algjörlega, því að Split kemur út. Hún varð alveg frekar vinsæl, fekk góða dóma. Ég held að það hafi komið honum líka óvart, sko. Já. Og ég vil þá meina það að hann fer strax í Glass. Það er bara 2 ára milli þeirra. Já. Það er ekki rétt sem 2017 og 2019, minnum alveg örgulega. Já. Ég hef vel svo Glass eftir 4-5 ár. Já, bara kemur bíó á næsta ári. Í rauninni? Já, það hefur verið betra. Ég er alveg til í það. Þá hefði maður líka þurft að bíða sjálfur aðeins aftur. Já. Í staðinn fyrir bara, shit, erum við alvörun að fara að fá Glass og þú veist, að því það er svo mikið, þú veist, maður beið. Bara leiðum maður heyrði að Glass var að koma, þá var þetta strax bara, shit, þetta verður örugglega geggjumynd, bla bla bla. Svo sér maður þetta því, og líka já, hann hefði mátt þurfa að sitja þess á þessu að því þegar hann kemur hann beint á eftir, þá veistu að hann þarf að vera við lyklaborðið bara á milljón. Einmitt. Og þá, ég hef vel að sjá nokkrar hann drafta þessari mynd, að ég vil meina það, ef hann hefði gert það, að það er alveg sumt í henni sem að það er alveg potential í sem það eru áhugaverðir hlutir að gerast í þessari mynd. Já. Það eru áhugaverðar pælingar. Já, og sem hefði ekkert endað sem bara frábær mynd. En ég held hann hafi verið að drífa svo mikið. Já, hún langaði klárlega bara að fara beint í þetta. Já. Í stæðan fyrir að því, með einhvern ég ætlaði að fara að segja eitthvað um Stól úr þér. Já, datta aðeins út. Sambandið við Glass eða Unbreakable. Bara það að það er aldrei gott að þurfa, þú ættir aldrei að þurfa að rusha svona bíómynd. Nei. Þú ættir aldrei að rusha bíómynd sem fólk er að bíða eftir. Það er ástæða af hverju að það er að bíða eftir henni. Já. Þú þarft ekki að gefa þeim það strax. Nei, það er mjög góð punktur. Góð pæling. Að þess að ég held að við gerst er að Split kemur út, vinsæl, hann fengst mikið svona meðbyr og hann bara kýlum á Glass. Já. Núna man ég hvað ég ætlaði að segja. Hvað um það? Ok, það var Shyamalan verulega þarf co-writer. Hann þarf einhvern til að halda í hugmyndunum hans. Já, 100% samanlegar. Að því sérstaklega í dag. Já, hann er að því sem leikstjóri hann notar myndaðalinn áhugaverðan hátt, hann gerir áhugaverðan hluti eins og ég sagði hann með box-skotið í Unbreakable og hann er mjög góður með visual language, hann notar liti áhugaverðan hátt og allt svoleiðis, en hann þarf einhvern til að sitja með sér og segja þú þarft að taka þetta út eða þú þarft að flesja þetta meira út. Að því Glass eru 100 hugmyndir og þær komast allar inn. Já, nákvæmlega, og þá fær enginn að anda, fær ekkert að njóta sín. Þetta verður svona pínu hræri grautur og mér finnst bara hún löng líka. Já. Langt dregin. Já, það er Glass er eitt af þessum myndir sem er það góða er gott en það verra það slæma er verra en það sem er gott. Já, já. Þetta er svona, skalinn er ekki á réttum stað. Í samanlegar. Að því þessar fyrstu 20 myndur þær eru svo fullkomnar. Þetta er myndin sem ég kom til að sjá. Já. En hún er 20 mínúna löng. Þetta er góð punkt sem þú sagði líka á þann að þetta er fyrst sem Shyamalan hefði kannski bara að gera basic mynd. Gerðu bara spennu mynd fyrir Manhunt. Ef þú horfir aftur á trailer 2 fyrir Glass, það er að auglýsa myndina sem mér langaði að sjá. Trailerin
Glass trailer nummer 2 einn besti trailer sem ég hef séð. Ég þarf að hóra aftur á hann, ekki með. Það bara Unbreakable tónlistinn, hann pianoið og við erum að sjá David Dunn labba Philadelphia og Kevin með klappstíðurnar og gera hellingarshit og Glass í tölvunni og maður bara svona, þú ert búin að mála fyrir mig heila aðra bíómynd. Já. Og það það hættulega við trailera, maður býtir sinni einn bíómynd og það skot úr þessum trailer sem ekki eins og í alvöru myndinni og ég stal því skot og notaði í minni mynd. En bara svona í lokin, það búið mjög gaman að tala við þig. Já, sömuleiðis. Takk hérlega fyrir að koma. Hvenær kemur myndin þín út? Vendarinn? Við náðum loksins að klára að taka hann upp. Það var pínuvesen. Út COVID eða? Ekki bara út af COVID heldur uppnátt þetta bara að vera 2 vikur en síðan þurftu 2 að hætta við og það var ekkert mál þetta var mjög stórt kast en síðan ætlum við að reyna að redda lögreglum og lögreglubúningum og það bara fór því miður bara ekki í gegn og einn af leikurunum sem þurfti að leika frekar stórt hlutverk þurfti líka að hætta við og við vorum byrjað að taka upp fattaru? Ég skilji og síðan gátum við ekki fengið eina staðsendingu þannig að við þurftum að breyta staðsendingunni og það var ekkert vesen þá með þess að weird enough þá bara betra en síðan gátum við ekki tekið upp neinar senur úti í alveg viku út af veðrið var ógeðislegt og það var bara svona hellingar svona litlu vesenni og við höfum ennþá, ég er búin að skila veluna svona en við þurfum að taka upp eitt atriði viðbót af því við þurftum að hætta við á síðasta upptökudegi af því einn leikarinn fékk flensveinkinni. Sérðu fyrir að þú getur klárað hann í ár? Í ár? Já, allt sem ég komið með og búin að taka upp hingað til ég búin að klippa. Já, þú ert búin að klippa til og svona? Já, þessi vika, ég hef búin að vera að klippa hlutina svona, setja það bara saman eftir ég hef búin að taka upp atriði fyrir kvöldin af því ég svona þegar ég að klippa, sko. En síðan þessi vika sem við gátum ekki tekið upp nýra útisinu, það gaf mér aðeins meiri tíma til að klippa. Það eina sem ég þakkláttur fyrir. Já, þú gafst nýtt tíman. Já, ég fekk aðeins meiri tíma til að sitja yfir og svo. Það var eitt sem ég tók eftir sem lagaði structure á myndinni. Það tekur aðeins lengri tíma fyrir manninni í rekslana að koma. Upprunalega kemur hann inn á mínútu 3, en núna kemur hann á mínútu 8:30. Af því það var structure vandamál sem ég sá. Og ég bara ég get ekki hleypt þessu núna, því þetta var skrifa svona en síðan þegar maður komið footage og maður að horfa á þetta bara svona, þetta miklu betra þetta betra það alveg magical, það sem maður getur fundið í editing herbygginu. Ekki alltaf tala það, bara þar verða bíómyndir til? Jú, það eru 3 stages, þetta svona the 3 stages of writing, þetta svona það í handritinu, það í upptökunum og síðan klippingin. Af því ég er mjög meticulous þegar ég skrifa handritum minn, ég er mjög svona, ég fer í details og svona en þegar ég byrja að taka upp þá, ef það ekki mjög detailed kannski, ef það ekki meticulous fyrir þetta og segi ég við þau, handritið ekki endilega heilagt, ef þú finnur betri leið eða þægilegri leið til að segja þessa línu, segja henni svo þú myndir segja hana. Já, ég skilji. Af því þetta þarf ekki, alveg bara, af því sumir þurfa að leggja svona eitthvað á minnið og það kemur oft fyrir þegar maður að taka það upp að einhver segir línunum sína slætli öðru í þessu, en svo lengi sem hún tekur ekki út punktin á samræðinni, svo lengi sem réttu skilabóðum komast út, þá þarfst ekki að segja 100 eða línuna 100%. Ég bara óskar góðs gengis með þessa mynd. Já, vonandi kemur hún út í enda nóvember. Já, það verður gaman, ég lakka til að sjá hana og eins og segi, það bara mjög gaman að tala við þig. Sömuleiðis. Og það var bara gaman að fá aksjón aftur og bara gaman að nördast með þér. Já, ég væri vel til að koma aftur. Það ekki? Þá getum við kannski farið meiri hryllingsmyndunar. Nákvæmlega, þú ert mikill hryllingsmynd áhugaður. Já, ég einmitt að fara að horfa á, við erum að fara að taka triple threat eftir, ég og besti vinur minn. Já. Við erum að fara að horfa á, hvað heit hún? Noiri, The Curse, The Closet og A Tale of Two Sisters. Þetta eru allt japanskar, kóreskar, svoleiðis myndir. Tale of Two Sisters, ég er búin að sjá hana. Já, ég hef ekki séð hana. Hún er nokkuð góð. Já, og ég mæli með að kíka Gonjiam Haunted Asylum. Þú er búin að selja mér hana? Já, hún viðbjóður. Hún á besta áttin, hún ekki grófið en hún bara svo ógeðis creepy. Já, ég þarf að tjekka á henni. Það bara takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir að fá mig.